mál á dagskrá sem umræða uppbyggingu á þéttingarsvæðum og réttindi íbúa vegna tjóns og óþæginda sem kunna að hljótast af framkvæmdum, reynsla af uppbyggingu á lýsisreit. Og þá tekur fyrstu til máls borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Þétting byggðar æskilegt framfaraskref til að búa til betri borg. Ástæða þess að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vilja hér taka upp umræðu fyrirsjáanlegar framkvæmdir á þéttingarreitum í Reykjavík að reynslan af uppbyggingu á gamla lýsisreitum svokallaðum þessar mundir sýnir fram á að þar verður að skoða hlutina heildstætt til að sú uppbygging geti gengið hvað best. Og ekki síst í hvað mestri sátt við þá íbúa sem fyrir eru nálægt uppbyggingarreitunum. Borgin ekki myndastytta og má ekki vera myndastytta. Hún á ekki að staðna heldur þróast í takt við nýja tíma og þess vegna fyrirhuguð þéttingar uppbygging góð. En það mikilvægur þáttur borgarsamfélags að hagsmunir allra séu hafðir í huga. Skipulagsferlin bera þess sem betur fyrir merki og reynt að tryggja sem flestir fá sanngjarna aðkomu að ákvörðunum. En hvar stendur réttur borgarbúa eftir að framkvæmdir eru hafnar? Hver réttur borgarbúa ef framkvæmdir sem borgin hefur lagt blessun sína yfir valda borgarbúum tjóni? Til að rifja upp helstu atriði þessa máls sem nú liggur fyrir að þá hafist handa við skynsamlega uppbyggingu á lýsisreitnum. Verktaki fær til þess framkvæmdaleyfi sem háð ýmsum opinberum reglugerðum hvernig ber að bera sig að við þær framkvæmdir. Íbúar í nágrenninu verða varir við miklar sprengingar sem þeir telja hafa ollið þeim tjóni, bæði með sprungum í veggjum og tjóni á innanstokksmunum. Verktakinn segir að sprengingarnar séu undir leyfilegum mörkum og sé því ekki bótaskyldur því tjóni. Eftir að íbúar blésu til fundar lofaði verktakinn að draga úr krafti sprengingarna og það staðan nú. Það sem vekur upp spurningar í þessu máli hversu óþægilega íbúar virðist rétt og skýringarlausir í þessum aðstæðum. Í fyrsta lagi vekur upp spurningar að verktaki lýsi því yfir að hann ber ekki ábyrgð á neinu því tjóni sem framkvæmdirnar hafa valdið þar sem hann segist vinna innan ramma laganna. Það eflaust hægt að færa fyrir því rök að í máli sem þessu beri framkvæmdaaðili svokallaða hlutlæga ábyrgð, það að segja þar sem viðkomandi ber ábyrgð án þess að hafa valdið sök, það að segja hvorki þarf að sýna fram á ásetninga eða gáleysi til brots. Íbúarnir í kringum gamla lýsisreitin eru því núna margir að leita rétta síns til að leita svara hvort það sé virkilega svo að framkvæmdaraðili beri enga ábyrgð á tjóni vegna framkvæmdanna. Hvar borgin í þessu? Sér borgin mögulega réttlæti í því að borgarlögmaður geri úttekt á þessu fyrir borgarbúa til að aðstoða við upplýsingagjöf í þessari réttindabaráttu? Eða lítur borgin svo á að þetta sé mál milli íbúana og framkvæmdaaðilanna eingöngu? Í öðru lagi verður að velta upp hvort það sé virkilega svo að verktakinn í hverju tilviki fyrir sig geti alltaf unnið út frá og miðað við almenna reglugerð, burtséð frá aðstæðum hverju sinni. Í þessu máli hafa verið uppi kenningar að íbúar finni óvenju mikið fyrir sprengingunum vegna aðstæðna, til dæmis út af jarðveginum. Gott og vel. Ætti borgin mögulega að gera það skilyrði fyrir framkvæmdaleyfi að búið sé áður en að framkvæmdir hefjast að gera úttekt á aðstæðum hverju sinni svo almennar reglur sem eiga ekki við séu ekki að valda tjóni. Eða þegar framkvæmdir eru hafnar, eins og á núna við Ætti borgin að stöðva framkvæmdir og gera kröfur mælingar hvað í þessum aðstæðum ætti að vera tjónlausar sprengingar eða á að taka gott og gilt kenningar verktakans að sprengingar séu orðnar algjörlega skaðlausar nú? Hefur verið skoðað að krefjast þess að framkvæmdum sé frestað þar til þetta liggur fyrir? Eða telur borgin ekki hér lögmæta hagsmuni íbúa að ræða sem borgin ætti ekki að hlutast til Í þriðja lagi verður að skoða hvaða tæki önnur borgin hefur til að bregðast við aðstæðum sem þessum til að grípa inn í. Hvað með til dæmis heilbrigðiseftirlitið? Telur heilbrigðiseftirlitið að það hafi ekkert hlutverk vegna framkvæmda sem kalla fram ýmiss konar hávaða og titring og hljóðbylgjur gagnvart íbúunum. Borgin hefur það hlutverk að vinna fyrir alla borgarbúa. Borgin hefur það hlutverk að mæla fyrir framkvæmdir til að búa til betri borg. En þá hlýtur borgin líka að bera ábyrgð á því að ekki sé gengið á rétt neins í þeim framkvæmdum. Borgin hefur það hlutverk að líta á allar ákvarðanir sínar heildstætt og vera fulltrúi borgarbúa. Tala málið þeirra, veita upplýsingar, ganga inn í málið og ef þörf á gera þær ráðstafanir sem borgin hefur tök á. Ég átta mig á að hér hefur verið innbragð á fjölda spurninga sem ég mun ekki fá svör við hér og nú.
En það mikilvægt að vita hver staða mála hvaða skref hafa verið stigin til að varpa ljósi og þá kosti sem í stöðunni fyrir borgina til að bregðast við. Á þessu stigi málsins mikilvægt hagsmunamál að staldra sig við og skoðað hvernig borgin af sanngirni getur komið inn í þetta hagsmunamál borgarbúa, því það gríðarlegt mikilvægt hagsmunamál fyrir borgina alla að uppbygging af þessu tagi gangi vel og í sanngirni sátt við alla borgarbúa. Takk. Þá borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Páll Hjaltason og eftir því að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, mig langar aðeins að taka til máls undir þessum lið. Borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir fór ágætlega yfir hluta af þeim vandkvæðum sem að byggja inn í þéttri byggð og tók sem dæmi nýlegt og núverandi vinnusvæði við á svokölluðum lýsisreit, þar sem sprengingar hafa valdið töluvert ónæði og töluvert langt. Það náttúrulega fullt af reglugerðum og hún talar, borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir talar almennar reglugerðir og síðan hvernig hægt að grípa til sértækra aðgerða umfram þær ef aðstæður kalla á. Og þarna erum við komin inn á rosalega flókna hluti. Til dæmis þá var aðstæða þannig á lýsisreit að það voru fundu mest fyrir sprengingunum sem voru ekki á klöppuna, sem gömlu húsin voru grunduð á móbergi sem einhvern veginn magnaðist upp í sprengingunni í klettinum sem var verið að hola út. Það útilokað að sjá þetta allt fyrir. Það þannig að byggingar eru svona prótótýpur. Það ekki hægt að æfa sig áður, þú verður bara að gera það. Hins vegar þá alveg ljóst að við þurfum að horfa á þessa hluti. Ég tek alveg undir það. Það talandi flækjustig í þessu að þá hefur Reykjavík ekki eftirlit með svona sprengingum heldur vinnu eftirlit ríkisins. Og það sjálfstæð stofnun sem starfar eftir eigin lögum og reglugerðum og Reykjavík hefur lengi aðkomu að því að fylgjast með sprengingum. Í þessu tilfelli kom líka vel í ljós að það sprengimagn sem má nota ekki miðað við að það sé verið að byggja inn í gróinni byggð. Það miðað við að það sé verið að byggja raunverulega í úthverfi þar sem að fáir aðilar verða fyrir truflun og allir eru kannski að byggja eða nýfluttir inn. Þannig að þetta flókið eins og ég segi. Við höfum rætt það í umhverfis- og skipulagsráði að setja af stað hóp skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa og þá leiða vinnuhóp varðandi verklag, af því að það miklu meira en þetta sem á eftir að koma upp. Við vitum alveg að þetta bara svona, þetta ágætis áminning. Hvað að gerast þarna á lýsisreitnum, hvernig við þurfum að vanda okkar leiðsögn og það vantar alveg skýra leiðsögn frá Reykjavíkurborg varðandi hvernig við högum mannvirkjum inn í borg og hvernig við byggjum innan önnur hús og innan starfsemi. Maður sér það bara þegar maður erlendis, þar sem að verktakar eru vanari og borgaryfirvöld örugglega með skýrar reglur til dæmis aðgengismál, að það er ekki lengi sem að gangstéttin lokuð þó að sé verið að byggja háhýsi. Það bara byggð jarðhæð og svo stillar sig yfir gangstéttina og fólk gengur bara þar undir og meðan rísa tugir hæða fyrir ofan og þú veist ekkert af því. Öll vöruafgreiðsla fer fram á sér stað á nóttinu upp á þessa palla og það alls konar vinnureglur og við höfum ekki sett okkur þessar reglur. Náttúrulega við höfum heldur ekki verið að byggja mikið inn í þéttri byggð hingað til ennþá, þannig að þetta hefur kannski ekki verið beint aðkallandi. En ég hins vegar tek alveg algjörlega undir það inntak. Ég held að vísu að það væri
allavega sem fyrsti kostur betri nálgun að herða á almennu reglugerðinni og setja hana hugsanlega í eitthvað stigskiptingu. Ef þú ert inn í borg þá minnkar kraftur sprengimagns sem maður nota og tími afgreiðslu og það þarf að vera svona borgarmiðað sem klárlega dýrara og klárlega mun taka lengri tíma fyrir verktakann að byggja húsin eftir. En það mun enginn gera að setja þær reglur held ég nema Reykjavíkurborg og ég held að það sé raunveruleg aðkallandi að gera það. Og ég ætla nú bara að leggja það til hér að þessum fundi að við tökum þetta upp í umhverfis- og skipulagsráði í fyrramálið og setjum formlega af stað vinnuhóp til að fara yfir þessar reglur. Ég veit að hann byrjaður en það gott að hafa fast form á því. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil byrja að þakka borgarfulltrúa Hildi Sverrisdóttur fyrir að vekja máls á þessu mikilvæga máli og taka svo undir með borgarfulltrúa Páli Hjaltasyni að það ágætt held ég að koma á laggirnar starfshópi sem að fer yfir það með hvaða hætti við getum gert þetta með, hvernig við getum bætt úr verklagi, bæði verktaka og borgarinnar þegar að kemur að svona framkvæmdum. Það nefnilega rosalega mikilvægt og það mjög mikilvægt að við ræðum það hér og að við förum yfir það í þessum starfshópi og bara almennt í umhverfis- og skipulagsráði hvað við getum gert til þess að stuðla að því að svo þétting sem að framundan á byggðinni í Reykjavík fari fram í sem allra mestri sátt við borgarbúa. Það ekkert alveg einfalt að þétta byggð, það bæði mjög mikið rask á nágrenninu og meðan á framkvæmdum stendur og svo það náttúrulega líka breyting á umhverfi íbúa borgarinnar til frambúðar. Það hefur líka mjög mikil áhrif á það hvernig þjónustan í hverfunum virkar, í sumum tilfellum hefur það áhrif á stöðuna inn í skólunum eða leikskólunum, það getur haft áhrif á það hvernig þjónustumiðstöðvarnar virka, íbúa samsetning í hverfum getur breyst þannig að þjónustan þarf að vera annars eðlis heldur en hún var og svo framvegis. Það skiptir rosalega miklu máli að við vinnum vel að þessari þéttingu sem að framundan og að við gerum það almennilega bæði framkvæmdunum, að við undirbúum það sem allra best ef við mögulega getum komist hjá raski eins og því sem að nágrannar lýsisreitarins eða reitsins hafa orðið fyrir, að þá það vel og ef við getum komið á einhvers konar verklagsreglum, hvort sem að í því felst að fá breyttri þessari reglugerð eða hvort að það hægt að meta einhvern veginn aðstæður fyrirfram með einhverjum hætti og aðlaga kröfurnar sem að gerðar eru að framkvæmdunum hverju sinni og aðstæðum, þá það mjög gott. En við þurfum að hugsa fleiri hluti. Við þurfum að hugsa það hvernig við ætlum hvernig þéttingin getur orðið í sem mestri sátt við nágrannana, verðandi nágranna. Og ég held að það sé bara eitthvað sem við þurfum að fara í bæði inn í hverfiskipulaginu og svo mögulega í þessum starfshópi sem gæti tekið þá að sér frekari verkefni heldur en bara það hvernig framkvæmdunum háttað. Það eru líka fleiri atriði eins og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi hefur ítrekað talað og mun sjálfsagt talað hér, það að framkvæmdir séu kynntar almennilega og meðan á þeim stendur, að það séu sett upp skilti þannig að fólk viti hvað það sem í gangi og af hverju þetta rask í gangi. Og hún brosir Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. En það alveg rétt, hann hefur talað fyrir þessu og það mikilvægt og ég skil ekki af hverju við erum ekki lengra komin með það. Það eru fleiri hlutir sem við þurfum að huga, til dæmis bara hvernig verktakar ganga hverfið. Ég meina, þeir að til dæmis, gæta þeir fyllsta hreinlætis, þeir að dreifa mögulega möl og drullu göturnar að óþörfu, væri hægt að passa upp og að umhverfið eða gera það verkum að umhverfið yrði minna vart við, eða þeir hefðu minni áhrif á umhverfið í kringum framkvæmdirnar. En þetta allt saman hlutir sem ég held að við ættum ég bara tek undir með Páli Hjaltasyni, ég held að vera gott að myndum bara setja á laggirnar sérstakan starfshóp sem að færi yfir öll þessi mál og einhvern veginn reyndi að tryggja það að þétting byggðar færi fram í eins mikilli sátt og hægt á komandi árum í Reykjavík. Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn, gleðilegan sprengidag
Já, ég var svolítið svona hugsað til þessara vinnureglna þegar að borgarfulltrúi Páll Hjaltason var að tala og það náttúrulega sko í svona máli eins og þessum sprengingum og lýsisreit að þá segir verktakinn og þetta náttúrulega svona flókin verkfræði og maður en verktakinn segir að það sé eðlilegast og réttast að þarna sé það mikið berg og það sé eðlilegast og réttast að sprengja það í mörgum litlum sprengingum frekar heldur en að nota stórvirk vinnutæki til að brjóta bergið og heldur en að hafa fáar og stærri sprengingar og þar af leiðandi sé verið að svona sprengi tímabili spanni lengri tíma, það að segja í staðinn fyrir að vera bara einhverjum 1-2 tímum yfir daginn þá sé þetta svolítið svona með reglulegu millibili og þar af leiðandi verði fólk meira kannski vart við það. Síðan sko og þetta er náttúrulega gríðarlega flókið en eins og borgarfulltrúi Páll Hjaltason bendir réttilega á þá vantar skýrari umgjörð og það vantar skýrari vinnureglur varðandi framkvæmdir í þéttbýliskjörnum í borginni og nefndi til dæmis í sínu máli aðgengismál. Nú sjáum við ofta að aðgengi oft takmarkað vegna framkvæmda og ég hef skoðað þetta frá ýmsum hliðum og langar hérna til dæmis til gamans að nefna gáma. Nú er stundum verið að plompa gámum einhvers staðar af því það einhverja framkvæmdir. Stundum þetta gámar sem eiga að taka við rusli eða einhverjum húsgögnum eða einhverju búslóð, einhverju að flytja eða einhverju að breyta heima hjá sér eða einhver svoleiðis, gefur upp gamalt hús og ég hef tekið eftir því á ferðalögum erlendis að þá er oft, ég man nú bara eftir þess að ég tók nú mynd af því frá Bretlandi þar sem að gámur hafði verið settur upp inn í borg, Manchester nánar tiltekið og þar var heljarinnar spjald á gáminum frá Manchester borg sem að sagði hér er leyfi fyrir þessum gámi, hann má vera hér frá þessum tíma til þessa dags og vegna framkvæmda við eitthvað tiltekið hús og svo var heilmikill texti að maður hafði mikinn áhuga á þessu til að kynna sér þetta mál. En þetta sem sagt, þarna fékk maður á tilfinningunni að hefði farið fram einhver svona faglegur prósess og þetta væri sem sagt, maður treysti því að þetta væri sem sagt, þetta væri gott mál. En stundum rekst maður á gáma, sérstaklega þegar þeir eru settir á gangstéttir. Og það er mjög oft sem það gerist í Reykjavík að maður er að labba einhvers staðar og allt í einu bara labba maður á gám. Og þetta til dæmis, þetta er nokkuð sem varðar framkvæmdir í þéttbýli og þetta til dæmis tiltekna mál tel ég að sé mjög brýnt að einhverjar vinnureglur, einhverjar skýrar vinnureglur gildi og það er einfaldlega vantar og ég fagna því mjög að við getum lokið við einhverjar slíkar vinnureglur og held og veit að það eru til mikilla bóta fyrir
íbúa og okkur líka. Og það svona það nú oft ósköp fáu til að svara, svo sem þegar kemur að framkvæmdum, og ég þekki það sjálfur bæði úr Bónus og Facebook og svona, að ég að fá fyrirspurnir frá fólki og svarið oft að maður þarf að skoða þetta eða veit ekki alveg, sem sagt, já, ok, og hérna, takk fyrir ábendinguna og skoða þetta mál og hérna, og annað líka, sko, varðandi framkvæmdir, nú er oft þannig með framkvæmdir að það er ákveðin svona óvissa fólkin í þeim, og við þekkjum það vel til dæmis eins og frá þessum framkvæmdir sem hafa verið á Hverfisgötunni, þegar að byrjaðar að grafa í jörðu þá veit maður ekkert alltaf hvað leynist þar undir, og það getur allur fjandinn sprottið upp, allt frá grjóti og upp í fornminjar, og það hefur gerst, og hérna og til dæmis það sem að gerðist til dæmis varðandi tafir á Hverfisgötunni er að þar komu í ljós lagnir sem talið að séu næstum því 100 ára gamlar og þurfti nauðsynlega að skipta þeim, en hafði ekki verið vitað ásigkomulag þeirra áður, eða ástand þeirra. Og þetta náttúrulega bara eins og hvert annað spil, það verða að vera nokkuð svona skýrar reglur, leikreglur, og það er jú oft, sko, hérna, það er nú oft vandamálið að, sko, við erum að vinna kannski inn í umhverfi þar sem að reglurnar ekki alveg skýrar, leikreglurnar. Hvað beri að gera ef þetta gerist eða hitt gerist og svo framvegis. En ég veit að til dæmis, sko, meðferð, geymslu og notkun á sprengiefni gilda til dæmis mjög skýrar og strangar reglur. Þannig að ég ber fullt traust til þeirra reglna og hérna og treysti því að það sé ekki verið að nota sprengiefni í þéttbýli á þann hátt að eignum húsum stafi hætta af. En varðandi í svo annað, sko, sem kannski líka gámónum tengt og það eru svona byggingastillansar og þeir eiga það til að skjótast upp allt í einu og þá yfirleitt yfir gangstétt og núna síðast strax hjá Stillansa á Tryggvagötunni og það er náttúrulega ákaflega mjór göngustígur þarna hjá gömlu verbúðunum og það er nú komin Stillansi og hérna það er ekki hægt að labba þarna lengur og ekki merkt eða neitt hvað þetta verður lengi og þetta er til mikilla óþæginda og það leysir svo mikið, sko, bara merking eða útskýring, sem sagt biðjumst velvirðingar á þessum Stillönsum sem eru hérna, þeir eru óumflýjanlegir vegna þessara framkvæmda sem munu standa til ákveðnar dagsetningar. Takk fyrir þolinmæðina eða eitthvað svoleiðis. Það er miklu viðkunnalegra heldur en að bara labba á þá. En já, ég bara fagna þessari umræðu og það er nauðsynlegt, aukin meðvitund nákvæmlega þetta er mjög nauðsynlegt
og góð og þannig að allt sé skýrt og allt sé einfalt og stundum þarf að gera hluti sem eru óþægilegir og það bara í hlutarins eðli, það er bara hluti af mannlegu samfélagi. Stundum eru hlutir óþægilegir. Það getur verið til dæmis óþægilegt að fara til tannlæknis. Það getur haft ákveðin óþægindi í för með sér, en maður veit að það er þess virði ef að tannlæknirinn segir það að það verður smá vont en þetta verður síðan mikið betra, það er þetta búið og við erum náttúrulega oft þetta er oft svona byggt á einhverju svona huglægu mati hvað sé réttlætanlega óþægind og hvað sé það ekki og það er í rauninni bara afstætt. Það sem að mér getur fundist eðlilegt finnst einhverjum öðrum óeðlilegt og fer bara eftir stöðu okkar á eðli og aðstæðum og hvernig við sjáum viðfangsefni eða hvaðan við sjáum viðfangsefni. Þannig að ég bara þakka fyrir þessa ágætu umræðu þetta mikilvæga mál og vona að hún eigi eftir að skila sér í bættari vinnureglum framkvæmdir í þéttbýli. Takk fyrir. Þá borgarstjóri lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég held að það sé bara gott og brýnt verk að fá þetta mál hingað inn í sali borgarstjórnar og þannig að við borgarfulltrúar getum farið að yfir þetta. En ég verð að segja að ég á mjög bágt með að skilja viðbrögð fulltrúa meirihlutans út af þessu máli og þá sérstaklega formanns skipulagsráðs og svo borgarstjóra. Ég held að þurfi bara að minna þessa menn á að þeir eru kosnir, þeir eru í þessum embættum vegna þess að þeir eru að gæta hagsmuna allra borgarbúa, ekki síst í svona málum þar sem svona málum þar sem er verið að byggja inn í miðri íbúðabyggð, það verða miklar truflanir af þeim völdum og mér sýnist að það sé ekki að það kveða upp úr þar hver réttarstaðan er. Og eftir hvaða reglum má nákvæmlega að fara. Við verðum bara að tala hlutina eins og þeir eru. Þetta mál, það hefur orðið mikið ónæði af þessu byggingaframkvæmdum. Fjölmargir íbúar í Vesturbænum, á stóru svæði í Vesturbænum, hafa kvartað yfir þessum framkvæmdum, hafa kvartað yfir þessum sprengingum og það verður að taka þetta alvarlega. Ég hefði nú svona fyrirfram trú að borgarstjóri til að taka þetta alvarlega eins og hann hefur flutt margar ræður hérna á kjörtímabili gegn því að flutt ræður herlausa borg og gegn því að hingað komi varðskip frá erlendum þjóðum og tala að þetta hefur að vera vopnlaus borg. Síðan leggur allt á reiði skjálfti vegna sprenginga og þá einhvern veginn kemur borgarstjóri hérna og reynir að gera slítið úr þessu eins og hann getur. Segir að hann beri fullt traust til þeirra reglna og reglugerða sem gildi í þessu máli, gildi sprengingar í þéttbýli. Ég vil nú bara segja eins og að ég minnst ekki eftir þessa reynslu, eftir þær kvartanir sem ég fengi frá íbúum, þá held ég að það sem minnstakosti vafa mál, hvort að við borgarfulltrúar eigum að bera traust til þessara reglna og að líkja þessum sprengingum við einhverja heimsókn til tannlæknis. Líkja þessum sprengingum við það þegar við förum til læknis. Þurfum að taka á okkur tímabundin sársauka vegna þess að við vitum að það er okkur sjálfum fyrir bestu. Þetta er auðvitað gersamlega ósambærilegt. Ef borgarstjóri og formaður skipulagsráðs, ef þeir hefðu nú hlustað á umkvartanir þær sem hafa komið úr Vesturbænum á síðustu vikum og mánuðum út af þessu máli, þá held ég að þeir myndi ekki tala svona. Kvartanir hafa snúið að ónæði á daginn út þessum sprengingum, hús leiki á reiði skjálfi, sprengingar sem hafa fundist langt út á Seltjarnarnes og það er ekki bara þetta valdi íbúum hugar angri. Þeir eru farnir að óttast eignir sínar.
Þeir eru fannir, það er byrjað að kalla til lögmenn og matsmenn á svæði til þess að meta hvort að tjón hafi orðið og taka út núverandi ástand eignanna til þess að geta séð metið það eftir þess að framkvæmdir átt sér stað. Og þetta er bara mjög alvarlegt mál. Ég var sett mig inn í þetta mál og minnst kosti hlustað á umkvartanir íbúa og ég held að maður geti ályktið af því að það séu mörg vafaatriði uppi sem býður kannski embættismanna borgarinnar og jafnvel dómstóla að skera úrum á næstu mánuðum og árum. En þá er bara komið hérna upp og sagt að þá segir borgarstjórinn að hann beri bara fullt traust til þessar reglna allra saman. Ég myndi nú einmitt telja út af öllum þessum kvörtunum sem hafa komið fram að það sé ærið tilefni til þess að fara yfir þessar reglur og sjá hvort að þær séu fullnægjandi, hvort að þær séu að verja borgarna eins vel og þær eiga að gera. Og fara síðan einhverja umræðu hér, reyna að drepa málun á dreif með því að fara hér að tala um gáma og vinnupalla, stillansa. Þeir séu nú hérna fyrir fólk út alla borg og það tala hér eins og þessi meira ónæði af einhvern gámum sem eru kannski komið fyrir tímabundum að bílastæðum að því fólk er að flytja. Mér finnst þessi umræða ekki ná nokkur átt og einkennist þér að miklu alvöru leysi fyrir hagsmunum borgarbúa. Það er að sjálfsögðu ríkir hagsmunir fyrir íbúa í þessu hverfi að fá að vera í friði í sínum húsum. Auðvitað er enginn að halda því fram að það sé hægt að búa til eggjaköku án þess að brjóta egg og eitthvað rask þar að eiga sér stað. En ég verð að segja að minnstu kosti eins og íbúar í næsta nágrenni við þennan byggingareit eins og þeirra upplifun er. Það færir mér að minnstu kosti alveg heim sanninn það að það verður að endurskoða þessi mál alveg frá grunni og það verður að hlusta á umkvartanir þeirra. Það er ótrúlegt þessar kvartanir hafa verið í fjölmiðlum vikum saman og það er bara eins og menn hafi ekki orðið varir við þar. Og það eru íbúasíður Vesturbæinga á Facebook, þar hefur mikið verið fjallað þetta. Það kemur fram á einu stað að íbúar á Bræðraholti þeir hafi fundað til að ræða tjón vegna sprenginga á Lýsusveit. Þetta var 16. febrúar. Og það er til lýst yfir að næsta skref sé að hafa samband við umboðsmann borgarinnar fyrir hönd hópsins, umboðsmann borgarbúa. Og ég myndi vilja spyrja borgarstjóra á því hvort að hann hafi ekki haft spurnir af þessu. Hefur þessi hópur haft samband við umboðsmann borgarbúa og hvar er það mál statt? Hefur hann tekið þetta til skoðunar? Er komin einhver bráðabirgða niðurstaða? Mér finnst það ótrúlegt að svona mál sem hefur fengið svona mikla umfjöllun í borginni og margir eru órólegir yfir að það virðist að mjög takmörkuðu leyti hafa náð hingað niður í Ráðhús. Fyrst þegar ég fékk þessar kvartanir þá vísaði ég að sjálfsögðu þá vísaði ég þeim málum inn í kerfið og til skipulagsins og til byggingarfulltrúa og fleiri. Og mér skilst ekkur úr hópnum hafi haft samband við skrifstofu og borgarstjóra, það hafi ekki komin einn viðbrögð þaðan. Eini staður þar sem þessi mál virðist hafa verið tekin upp á alvöru virðist vera Hverfisráð Vesturbæjar. Hverfisráð Vesturbæjar sem hefur og formaður þess sem hefur fundað með íbúum og sett sig inn í málið. En eins og við vitum þá hafa Hverfisráðin, þau hafa nú mjög svona óljósa stjórnsýslulega stöðu í kerfinu og varla neitt boðvald. Þannig að það sem Hverfisráðin gera og virðist hafa gert mjög vel í þessu tilviki sem við gera, þarna hefur þó verið hlustað á íbúum og það er reynt að koma þessum málum áfram í kerfinu. Og bara svo menn átti sig á því, bara svo ég grípi niður hérna í einni færslu á Facebook síðu Hverfisins, bara með leyfi forseta, að þá er hér fulleitt, íbúarnir eru farnir að setja svo vel inn í málunum, hér fulleitt íbúi að sprengingarnar á mánudag hafi slagað upp í 60 mm á sekundu, en séu þó núna undir 20. Ég finn mikinn mun, segir íbúinn, þó að enn sallist upp úr kjallaraveggjunum hjá mér. Á mynd sést sallinn í kjallaranum. Og það er sýndar svona before and after myndir, það verður gaman að geta varpað þessu hér upp á tjald. En svo kemur hérna fram, steipumólinn sem er á myndinni á milli blaðana er stærsti mólinn sem hefur kvarnast úr veggjunum og er 9 cm. Ég vil nú segja eins og vera þegar að
9 cm, ef það rétt að 9 cm mólar séu farnir að kvarnast upp úr veggjum, þá finnst ég mér ærin ástæða til þess að borgarkerfi rumski og sendi sína menn á staðinn og tali við íbúana. Og ég vil bara minna það, þetta ekki í fyrsta sinn sem það verða læti vegna þess að það hafa verið að byggja inn í miðju hverfi. Slík mál hafa komið reglulega fyrir, þau hafa mjög oft verið erfið viðfangs, en ég hef fylgst með því hérna í fortíðinni hvernig borgarfulltrúar og borgarstjórar hafa reynt að taka á þeim málum. Þeir hafa oft yfirleitt þá verið fljótir að setja sig í samband við íbúana, verið í stöðugu sambandi við þá og reynt að ná svona málamiðlun kannski milli byggingaverktaka og íbúa, því auðvitað það svo að það umdeilt hvernig menn standa að framkvæmdum. Skiljanlega þá er kannski verktakinn að reyna að vinna verkið eins hratt eins og hann getur. Hann vil náttúrulega drífa viðkomandi húsu upp og þá þarf auðvitað að meta hagsmunina, hvort það sé hægt að stuðla því að það veri minni læti menn fari aðeins hægar og svo framvegis. Ég er ekkert sérfræðingur í þessu en ég veit bara í fortíðinni þegar svona vandamál hafa komið upp, þá hafa borgarstjórar og formið skipulagsnefndar verið eins og gráir kettir á byggingarstað og verið í nánu samráði við verktaka, verið í nánu samráði við íbúa viðkomandi svæði og bara glettilega oft náð góðri niðurstöðu. Þannig að mér finnst menn mér finnst æðstu menn borgarinnar í byggingamálum, formaður skipulagsnefndar og borgarstjóri, mér finnst þeir einhvern veginn svolítið stinga hausnum í sandinn og tala hér af kæruleysi og yfirlæti úr sínum fílabeinsturni og þegar þeir líkja þessum sprengingum sem hafa verið að plaga þarna fólk vikum saman, líkja þessu við heimsókn til tannlæknis og segja að þeir beri fullt traust til þessara reglna og sagt að þetta sé ágætis áminning og eitthvað slíkt, þetta mál sé ágætis áminning. Það verið gaman að heyra hvort að íbúarnir sem búa þarna þessum slóðum sem senda mér tölvupóst og hafa örugglega sendt tölvupóst á ykkur líka borgarfulltrúar góðir, hvort að þeir séu sammála formanni skipulagsráðs að þetta mál sé bara ágætis áminning. Og ég óttast það líka að þessum málum eigi eftir að fjölga eins og við vitum þá í nýsamþykktu aðalskipulagi þá kveðið þar á fjölmarga þéttingareiti í borginni, sennilega í kringum 50. Og það reyndar góð sátt hérna, pólitísk sátt flesta þessa reiti, ekki alla, en ég held að það sé alveg viðbúið að þegar það verður farið af stað að byggja þessum reitum af krafti, þá er ég hræddur að sagan endurtaki sig ef að menn draga ekki lærdóm af þessu máli. Þess vegna held ég að menn ættu þeim mun frekar að vanda sig alveg sérstaklega í þessu máli og eiga samráð við íbúana og reyna að ná sameiginlegri lausn í nánu samráði við íbúa og verktaka í stað þess að tala hér úr fílabeinsturni af yfirlæti að menn beri fullt traust til reglana sem er alveg augljóst að þarf að endurskoða. En mér langar til þannig að ég bið mennum að taka þetta mál bara alvarlega og vinda sér í það vinna sem ég held að væri lengum komin að stað en er reynda mjög skammt að við komin fyrir utan formann hverfisráðs Vesturbæjar og þá sem er í því hverfisráði sem mér heyrist hafi staðið sem mjög vel í þessu máli að taka þess af alvöru og hitta íbúana þegar þeir hafa eitthvað kvartað yfir því að fólk frá borginni hafi verið tregt til að hitta þá. Einhver skipti, ég vona að það sé komið í lag núna. En mér langar til að spyrja þetta, ég vil bara fá að vita hvað málið er statt í kerfinu á að ræða þetta með einhverjum hætti í skipulagsráði á morgun og þá með hvaða hætti, ætla menn þá að samþykkja ályktunartillögum að þeir beri fullt traust til reglana og þetta sé ágætis áminning eða ætla menn að fara bara í alvöru samráð við íbúana sem ég held að sé mikil þörf á í þessu máli og ég vil líka spyrja það sko hvar er málið statt hér í borgarkerfinu hjá okkur, er það komið til umboðsmanns borgarbúa, er hann farinn í máli þannig að byrjar að rannsaka, hefur hann sett sig í samband íbúana. Ég held að við þurfum að fá upplýsingar það hér í borgarstjórn, hvernig er unnið að þessu máli. Mér heyrist að það sé gert að eitthvað alvöruleysi og síðan langar mig bara það að spyrja sem er svona praktísk spurning og sem íbúarnir spyrja sig líka sjálfur að hvað með skemmdir? Ef að íbúum tekst að sína fram á það að þeir hafi orðið fyrir tjóni vegna þessara sprenginga, hver ber þá það tjón og hvernig verður það sótt? Er eitthvað í reglunum sem kveður að íbúarnir hafi eitthvað rétt í því máli, þeir hafi gjafsókn, þeir njóti aðstoðar Reykjavíkurborgar eitthvað slíkt, er eitthvað reglum það því það er Reykjavíkurborg sem leyfir þetta
sem samþykkir skipulag og leyfir þessu uppbyggingu. Kemur borgin einhvern veginn að því máli eða munu íbúarnir, ef þeir telja sig hafa orðið fyrir tjóni, munu þeir þá þurfa að höfða einkamál gegn verktakanum. Þetta er mjög mikilvæg praktísk spurning sem ég held að íbúarnir þurfi að fá svör við og líka við borgarfulltrúar áður en lengri haldið. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Páll Hjaltason óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti borgarstjórnar, góðir borgarfulltrúar. Já, ég ætlum bara að bregðast við þessum gífuryrðum og þessum illa grunduðum fullyrðingum frá borgarfulltrúi Kjartani Magnússoni sem að ég veit ekki alveg hvert var að fara. Mér fannst helst að leggja það til að við almennt færum bara í hysteríukast yfir þessu og það var svona helsta lausnin. En það er ekki lausnin og það var líka svona valkvæð hlustun á mínu fyrir ræðu greinilega. Hann myndi það að mér fannst það var lærdómur, hann myndi ekki það að þetta fer fyrir ráðið á morgun og verður lögð til að gera vinnuhóp til þess að koma skýrum reglum á þetta sem við erum vissum að eru til í borgum víða erlendis og við ættum að læra af. Þannig að það er fullur vilji að læra af þessu en það er hins vegar leiðilegt að fá svona ræður sérstaklega þar sem að borgarfulltrúinn er nú ekki í skipulags- og umhverfisráði og virðist vera mjög ómeðvitaður hvað gerist þar og náttúrulega hefur greinilega ekki hugmyndi hvað ég geri því að ég er búinn að taka örugglega á móti fleiri póstafullir en þú, Kjartan Magnússon, þetta mál. Og búinn að vera í miklu sambandi og byggingarfulltrúi búinn í miklu sambandi við þetta fólk. Það er búinn að vera mjög mikið sambandi við þetta fólk. Og það er full virðing borin fyrir því og það er verið að vinna í því. Þannig að aðdrátturinn annað eru bara ekki sannar. En það sem skiptir mestu máli þegar maður rekar svona apparatus á borgina, það er að búa til vinnureglur sem allir geta unnið eftir. Og þess vegna er næsta mál að búa til skýrar reglur hvernig við byggjum inn í borg. Ekki fara í kast. Þá hefur borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vísa nú bara þessum ásökunum til föðurhúsanna. Ég held að sterkasta orðið sem hafi verið notað í þessari umræðu hafi verið orðið hystería og það kom frá borgarfulltrúa Páli Hjaltasyni. Ég var nú svolítið undrandi á því að forseti skuldi nú ekki ávítan fyrir orðbragði. Það held ég að menn hefði nú ekkert gert þegar menn fara að grípa til svona orða sem nánast kenna menn við eitthvað sjúkdóm til þess að koma á það á höggi. Ég notaði engin slík orð þá sem ég gagnrýndi þessu máli borgarstjóra eða formann skipulagsráðs og var mjög málefnalegur í minni ræðu en benti á það að íbúum finnst að þeir hafa orðið fyrir skeytingarleysi og kæruleysi í þessu máli og ég var svo sem geta fella mikla dóma í því en ég var samt að segja að miðað við þau orð sem hér voru, miðað við þá umræðu sem var hér áðan af þessum ágætu borgarfulltrúum þegar þeir sögðu að þeir bæru fullt traust til þeirra reglna sem hafa gilt í þessum málum, þegar þeir líktu þessu máli bara við eins og að fara í heimsókn til tannlæknisins og síðan var málum drepið á dreifmi þegar tala um gáma og vinnupalla hvað það voru til mikla trafal í borginni, já þá fannst mér verið að drepa málinu á dreif. Og í staði fyrir að grípa hér til gífuryrða sem orðið hystería svo sannarlega er, ágæti formaður skipulagsnefndar, þá hefði ég fremur kosið að þú notaði þinn tíma til að svara, í staðinn fyrir að koma að höggja mig, þó það sé örugglega skemmtilegt, þá held ég að sé mikilvægara hér í þessari pontu að svara spurningu sem hafa komið frá íbúum, bara svona praktísk spurning og ég bar hérna fram áðan. Hvernig verður farið ef að íbúar telja að þeir hafi orðið fyrir tjóni á húseignum sínum af völdum þessar sprenginga? Mun borgin koma eitthvað að því eða munu þeir þurfa að höfða einkamál gagnvart viðkomandi verktaka? Þetta er praktísk spurning sem ég held að sé mjög gott fyrir okkur að fá upplýstar lengra haldið og svo vil ég líka fá að vita hvernig runna þessi málun að kerfisins. Ég þakka fyrir það svara þegar það hafi verið fjallað til skipulagsráðs á morgun og skipaður starfshópur sem mun þá væntanlega skoða málið en ekki bara semja einhverja nýja reglur fyrir málin sem koma þar á eftir. Og svo vil ég líka spyrja borgarstjóra ítreka á spurningu, hvað er málið statt innan kerfisins? Er umboðsmaður borgarbúa byrjar að skoða það? Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Páll Hjaltason. Forseti, góður borgarfulltrúar. Já, mér fannst nú einhvern veginn þegar ég var sakaður að tala vanþekkingu úr Fílabeinsturni að við vorum hættir að tala kurteislega saman. En það er kannski bara orð sem að Kjartan
Magnússon borgarfulltrúi notar það fólk sem maður vil tala kurteislega við. Hins vegar þá það auðvitað flókið mál ef það hefur orðið skaði og hvernig skaði og að meta hann. Og ég get ekki svarað því hér, en það því sem þarf að fara vel ofan í hvernig það ferli verður. En það ferli virðist ekki vera tæru gagnvart tryggingafyrirtækjum. Og ég líka ósammála borgarfulltrúanum með það að það sé fyrst og fremst að skoða þetta mál. Þetta málinu að vera búið. Það þarf vissulega að leysa þetta mál og fara saman á þessu máli, en það fyrst og fremst að koma í veg fyrir að þetta komist ekki fyrir aftur. Það var borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið við það að veita andsvar öðru sinni og þá hefur borgarstjóri óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég get nú upplýst borgarfulltrúa Kjartan Magnússon það að umboðsmaður borgarbúa hefur fengið málið og með það til meðferðar og ég velti því fyrir mér hvort það væri kannski laga að fá umboðsmannin eða borgarlögmann til þess að gera grein fyrir málinu í stöðu málsins og hugsanlegar eftirstöðvar í borgarráði. En þetta náttúrulega flókið og lagatæknilegt mál. Síðan langaði mig varðandi meintan dónaskap. Mér fannst nú já, þessar ávirðingar sem að borgarfulltrúi Páll Hjaltason talaði í sínu máli. Ég get tekið undir það, mér fannst þetta kannski ekki sérstaklega kurteisislegt og síðan að fannst mér borgarfulltrúin hér í máli sínu endurtekið saka bæði mig og formann skipulagsráðs bæði kæruleysi og það sem að mér fannst svolítið svona harkalegra yfirlæti sem svona kannski svona, já, kurteisisleg leið til þess að saka fólk einhvern dónaskap sem það kannski telur sig ekki vera að framkvæma. Já, og ég get bara fullvissað borgarfulltrúanum það að þetta mál litið mjög alvarlegum augum og hér ekki neitt kæruleysi eða neitt meint yfirlæti að ræða, heldur þvert á móti mikla alvöru og tillitssemi frekar en kæruleysi. Takk fyrir. Þá borgarstjóri lokið við það að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar og kæru vinir. Já, ég þakka fyrir þessi andsvör. Ég hygg ég hef ekki sakað menn vanþekkingu. Ég held ég hef ekki notað orðið vanþekkingu, en hef ég gert það þá var það ekki ætlunin. Já, hins vegar talaði ég kæruleysi og yfirlæti og menn úr fílabeinsturni. Það gerði ég og ég stend algjörlega við það. Vegna þess, og ég skal útskýra það, mér finnst að þegar að kjörnir fulltrúar taka til máls í svo alvarlegu máli, þá fannst mér, og þá sérstaklega borgarstjóri, verið að gera lítið úr áhyggjum og kvörtunum íbúanna með því að líkja þessum sprengjuframkvæmdum, þessum sprengingum, líkja þeim við heimsókn til tannlæknis. Ég held að íbúarnir á Bráðræðisholtinu, þeir sjá bara enga samlengingu með því að fara til tannlæknis sem þeir vita að sjálfum þeim til góðs þó að það kosti tímabundið sársauka og það að það leiki alltaf reiðiskjálfi hjá þeim vikum saman og það kunni hugsanlega hafa eitthvað tjón í för með sér og þau svör sem við fengur hjá formanni skipulagsráðs voru ekki hughristandi það. Þessi praktíska spurning, hvernig verður ef menn hafa telið sér vorið fyrir tjóni? Einu svöri sem ég fékk, ég held að menn væri búin að skoða þetta mál vikum saman. Ég veit að íbúarnir hafa leitað til lögmannshelti fyrir nokkrum vikum. Þess vegna finnst mér leiðilegt þegar borgin sem hefur herið lögfræðinga sínu snærum að þeir æðstu yfirmenn borgarnir þessum málum. Þeir skuli ekki vera búin að skoða málið og geti ekki svarað eins einfaldi spurningu eins og þeirri. Hver ferilli verður því máli ef okkar borgarbúar, skattgreiðendur hér í borginni telja sér vorið fyrir tjóni út af framkvæmdum sem við heimilum. En þannig að mér fannst að lýsa kæruleysi og yfirlæti, líka þetta að fullyrða þegar menn segja að þeir beri fullt trausti þeirra regla sem eru í gildi. Þannig að ég stendi það og að sjálfsögðu. En svo vel ég bara endingu lýsa yfir undrunum minni á því að menn skuli nota orðið
yfir þá sem hafa réttmætar áhyggjur af þessu máli, að þeir skuli leyfa sér að nota orðið hystería yfir það, sem ég held að sé nú svona eitthvað meira læknisfræðilegt. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að svara andsvari. Má bjóða borgarfulltrúi Sóleyju Tómasdóttur að veita andsvar að gera stutta athugasemd. Þá gerir borgarfulltrúi Sóleyju Tómasdóttur stutta athugasemd. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla aðeins að tala um orðanotkun. Hystería er orð sem að notað eða sem þýtt hefur verið sem móðursýki og er komið út frá, held ég, hystonóm, sem að er, og læknirinn í salnum gæti nú sagt mér það sjálfsagt, sem að er sem sagt, komið út frá legnámi, og það er talið að konur hafi orðið móðursjúkar og það var tengt við sem sagt kvenkyns líffæri. Og þar með einhvern veginn konur gerðar taugaveiklaðar yfir einhverju sem að, eða þeim eignaðir eiginleikar sem að þær í raun og veru höfðu ekki og er líffræðilega ekki rétt að gera. Það að tala um hysteríu á þar með rætur sínar að rekja til djúprar og órökréttrar kvenfyrirlitningar og ég ætla að biðja fólk um að nota ekki þetta orð hér í sal borgarstjórnar. Þá er borgarfulltrúi Sóleyju Tómasdóttur lokið við það að gera stutta athugasemd og þá er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka borgarfulltrúanum Hildi Sverrisdóttur fyrir að hefja máls á mjög mikilvægu atriði og það hefur reyndar verið rætt talsvert eins og hefur komið fram í umhverfis- og skipulagsráði. Og eins og ég nú ánægður með þetta frumkvæði borgarfulltrúans þá verð ég líka að lýsa yfir óánægju minni með málflutning borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar sem mér finnst vera fullur af dylgjum og ávirðingum og ásökunum sem að eiga sér sumpart enga stoð. Fullyrðingar það að það hafi ekki átt sér neitt samráð, að menn séu í fílabeinsturni, að menn hafi sýnt vanrækslu, þetta er allt rangt. Og það reyndar vill svo til að ég var á fundinum sem var haldinn í Aflagranda 11. febrúar með íbúum sem íbúasamtökin héldu og hlustaði þar grannt á umkvartanir íbúa. Ég svo ekki borgarfulltrúa Kjartan Magnússon á þeim fundi, ég veit ekki hvaða fílabeinsturni hann var staddur þá. Ég var á þessum fundi og hlustaði á það og það var mjög góður fundur. Þarna var byggingafulltrúi borgarinnar sem hélt mjög góða tölu og skýrði allt út hvernig það hefði gengið fyrir sig. Og það var gengið verktakinn og líka sprengisérfræðingur undir verktaki og verktakanum. Þeir komu báður upp og skýrðu málin út frá sínu sjónarmiði. Og það sem var merkilegt sem kom fram á þessum fundi var það að auðvitað er það þannig að verktakinn að hann lítur svo á að tíminn séu peningar þannig að hann vil hraða framkvæmdum sem mest og hafa þó sprengjuhleðslurnar sem stærstar. Það kom reyndar í ljós eins og formaður skipulagsráðs Páll Hjaltason lýsti áðan að enginn þeirra var yfir leyfðum mörkum. En það kom í ljós að það var alveg hægt að hægja á framkvæmdahraðanum og þar með, eða réttar sagt að minnka sprengingarnar verulega en hægja þá leið á framkvæmdahraðanum. Og það var nákvæmlega það sem að gerðist eftir þennan fund. Þessi fundur sem hafði þær góðu afleiðingar að það var haldinn aukafundur með byggingafulltrúanum í Reykjavík og verktakanum og undirverktakanum og það var ákveðið að lengja verkið og minnka sprengingar til þess að álagið á nágrennið yrði ekki óhóflegt. Það var reyndar þannig á þessum fundi ef ég man rétt að þá var sagt að þá væri alltaf 80% sprenginga búið og það var nú að verða mánuður síðan þannig að ég gerir ráð fyrir því að það sé orðið mjög lítið eftir að sprengivinnu og þá kom líka fram á þessum fundi að því einhverjir voru að spyrja hvort að við hefði ekki verið betra að fleyga þetta en það mun vera sérfræðingar og reyndar íbúar sem að hafa reynslu af slíku telja að þessi miklu mun meira óánægði af fleygun
Og ég vil líka bara geta þess að allt orð hafa ábyrgð og ákvarðanir hafa ábyrgð auðvitað. Ég veit ekki betur en þetta deiliskipulag eða deiliskipulagið sem þessi bygging í rauninni hvílir á hafi verið samþykkt 2007 í tíð þáverandi meirihluta. Og menn hljóta hafa gert sér grein fyrir því að bygging á svo stóru húsi myndi valda miklu ónæði í allra næsta nágrenni einhver tíma. Það hlýtur að hafa verið ljóst árið 2007 þegar að þetta var samþykkt. Og það hefur þó tekist í þessu nýja deiliskipulagi allavega minnka stóru byggingarnar út við Ægisgötuna eða út við Sjávargötuna. En ég ætlaði aðeins að koma inn á annað atriði og það það sem reyndar formaður umhverfis- og skipulagsráðs kom inn á, að það að svona mælingur og það sem reynslan hefur kennt okkur í þessu og hefði sjálfsagt átt að vera búin að kenna borgaryfirvöldum fyrir lifandis löngu að mælingar á bylgjurhraða í þessu tilviki, af því það sem mælt þegar sprengingar eru gerðar, það bylgjurhraði í jarðveginum, að þær eru afstæðar allavega þegar sprengingarnar eiga sér stað í mannabyggðum. Það með öðrum orðum afstætt hvernig fólk upplifir þar og svo það líka skiptir það mjög miklu máli hvernig jarðlögin eru. Það mun til dæmis hafa verið miklu meiri hristingur á húsunum, gömlu húsunum upp á Bráðræðisholtinu heldur en í stóra fjölbýlishúsinu þarna við hliðina á nýbyggingunni sem á að rísa. En það mætti kannski líka þessu við það að þegar það mælt 10 stiga frost úti, þá segir það bara hálfa söguna. Því að það alveg hægt að þola 10 stiga frost í logni, en ef það hávaða norðangarri að þá 10 stiga frost óbærilegt. Þá á sér stað svokölluð vindkæling og það hinn upplifaði kuldi sem skiptir miklu máli. Og nákvæmlega þessum aðstæðum augljóst að þessar absolút tölur í gildandi reglum að það ekki hægt að notast eingöngu við þær. Það verður augljóslega að taka miklu meira tillit til aðstæðna hverju sinni og það það sem við hljótum að gera í framtíðinu og það það sem búið að ræða á vettvangi umhverfis- og skipulagsráðs og við þurfum þetta að ræða frekar og við þurfum að móta reglur, alveg skýra reglur, hvernig á að standa að verki hverju sinni því aðstæður eru mjög ólíkar augljóslega hverju sinni. Og þetta líka í þessu stóra samhengi sem var minnst á hér áðan og ég held að frummælandi hefur komið inn á að nýja aðalskipulagið gerir ráð fyrir þéttingu byggðarinnar, verulegri þéttingu byggðarinnar og þá fyrst og fremst á aflögðum iðnaðarreitum eins og þarna. Og nákvæmlega þess vegna þurfum við að læra það eins og menn og konur hafi gert í ýmsum öðrum borgum, mörgum borgum Þýskalands sem var byggt inn í göt sem hefði myndast í styrjöldinni og náð þar heilmikilli færni og kunnáttu í því að byggja inn í gróinni byggð án þess að valda óhóflegu álagi á umhverfið. Og í þriðja lagi vil ég koma aðeins inn á eitt sem farið að kannski að hljóma eins og þráhyggjustef í mínu munni. Borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir gat það áðan að það eitt sem mig undraði strax í byrjun þessa kjörtímabils þegar var verið að fara að ræða að fara á stað með nýja framkvæmdir. Hvað það algjörlega hendingum háð hvort að yfirleitt einhver upplýsingar á staðnum hvað á að byggja, hvernig það á að líta út, hverjir að byggja, við hverjir hægt að hafa samband og hvenær verklok Og bara til að upplýsa borgarstjórn það að þá hefur margoft talað þetta og fluttum þetta tillögur að þetta þessu verði öllu komið í betra horf, að því það ofboðslega nauðsynlegt og það allavega lágmarks viðleitni til þess að koma í veg fyrir að óhóflegt álag sé lagt á nágrennið af því að þegar nágrenni veit ekki einu sinni hvað verið að byggja í næsta nágrenni, veit ekki hvenær verklokur veit ekki hvernig húsin eiga að líta út, hvað þau vera há eða við hvernig hægt að hafa samband, þá það náttúrulega kjörinn jarðvegur fyrir allskyns samsæriskenningar og allskyns frekar dabrar og neikvæðar hugmyndir það sem verið að gera í borginni. Og það algjörlega glatað fyrir alla. Það sérstaklega glatað fyrir íbúana. Það auðvitað glatað líka fyrir þá verktaka sem að byggja og fjárfesta og það glatað fyrir yfirvöld borgarinnar.
En einhver hluta vegna að þá hefur gengið alveg ótrúlega erfiðlega að koma þessu að sem einhverri algildri reglu að það sé ekki hleypt af stað neinum slíkum framkvæmdum nema það sé búið að skilta þetta allt fram og tilbaka, það sem að komi mjög ljóst fram hvað er verið að byggja á viðkomandi reitum og ég bendi bara á lýsisreitin, ég held að það sé ekkert enn sem komið varla heldur hérna Hljómalindareit og fleiri reitum. Þetta hefur semst mjög erfitt og mér til mikillar undrunar þegar ég fór að spyrja á hverju þetta svona brjálæðislega erfitt, að þetta ætti eiginlega að vera ofsalega auðvelt. Þetta er gert í borgum sem ég þekki og hérna þá kemur hinn mjög svo sérstaka íslenska lögfræði, ég veit ekki hvort ég er að fara með rétt mál en ég skil það þannig. Það var nefnilega lögfræðilegt svar á skipulagssviðinu að borgaryfirvöld hefðu ekki leyfi til að leggja óhóflegt álag á verktakana og það var kallað óhóflegt álag að þvinga þá eða biðja þá að leggja í kostnað við kynningarefni og byggingarstað. En er það ekki álag fyrir íbúin í nágrenninu að vita ekkert hvað verið að byggja þetta? Því að íbúar flestir íbúar er ekkert að fylgjast nákvæmlega með hvað birtist í lögbirtingablaðinu eða hvað birtist í stjórnartíðendum og hvað er orðið löggilt deiliskipulag og hvað ekki. Og þeir eru ekkert endilega allir að mæta og allskyns ágæta kynningarfundi. Við verðum að gera ráð fyrir því að fólk sé ekki að fylgjast með slíkum hlutum samt á það rétt á því að vita hvað er á seyði í þeirra nágrenni. Þannig að mér fannst þetta vera mjög sérkennileg lögfræði þegar að það er metið lögfræðilega mikilvægara að leggja ekki álag á þá sem er að byggja en það sé hægt að leggja þetta álag á næsta nágrenni. En ég vona það að þessi umræða sem að borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir byrjaði hér í borgarstjórn, við höfum eins og ég ræddi áðan rætt þetta í umhverfis- og skipulagsráði, verði til þess að það fara af stað alvöru vinna sem að móti þær reglur sem að hæfa tímanum, sem að hæfa því sem við ætlum að gera og hæfa aðstæðum umfram allt á hverjum stað og hagsmunum nágrennis. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, ég vil að bara forseti ákveðtu borgarfulltrúa, ég vil að komi hérna fram að því mér fannst borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson eins og okkar verið að gefa í skyn að menn vildi ekki kannast við þá ábyrgð að vilja byggja upp á reitnum og bent á að heildarskipulag eða skipulag fyrir svæðið verið samþykkt 2007. Þá sé ég nú ekki betur en að það er rétt, það er samþykkt skipulag 2007 en svo eru gerðar á því breytingar og þær voru samþykktar í fyrra júlí 2013 og það er væntanlega á grundvelli þeirra breytinga og þá grundvelli núgildandi deiliskipulags sem þarna er verið að byggja. Annars held ég að ég skil nú ekki að menn séu að reyna að gera þetta einhverjum ástendingasteini því að ég veit ekki betur en bara fulltrúar allra flokka séu sammála því að þarna verði byggt upp. Hitt er svo eitt annað mál að ég held að það hafi bara verið þannig að sama hvað meirihluti hafi verið við völd þá hafi bara fulltrúar allra flokka stutt uppbygginguna en allt annað mál hins vegar að þetta er annað mál. Þarna er náttúrulega verið að fjalla hvernig er staðið að byggingaframkvæmdum. Það er ljóst að þær eru ekki gerðar í sátt við íbúa og rétt að það komi líka hér fram að því hér var mikið gumma með það að það hefur átt sér mikið samráð við íbúa en menn var að reyna að eiga þetta samráð. En mér er tjáð það að íbúum að umboðsmaður borgara hafi boðið þeim að funda með þeim í lok marsmánaðar, semst í lok þessa mánaðar. Ég verð að segja að mér finnst það nokkuð seint farið af stað. Mér finnst að borgin eiga að sýna meiri viðbragðsflýti þegar svo alvarleg mál er að ræða. Og svo hafa mér líka borið staðbendingar það að allan það kom ásökunum fram með það að byggingafulltrúi hafi ekki svarað neinum póstum, hvorki frá íbúunum persónlega né þeim lögmanni sem þessir íbúar hafa fengið til að vinna fyrir sig. Þannig ég verð að segja í skilvirkri stjórnsýsluborg sem Reykjavíkurborgar var þekkt fyrir, þá eiga menn að bregðast hraðar við en þetta. Og meirihlutin getur ekkert komið sér undan því hér í dag að það hafa ekki verið nægilega skilvirk vinnubrögð við þau í þessu máli. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúi Hjálmar Sveinssonar og varstu óska eftir að fara mælendaskrá? Já. Andsvar við? Nei, það er ekki boðið. Þá er borgarfulltrúi Björn Blöndal næstur á mælendaskrá.
Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég tek nú undir þakkir til borgarfulltrúa Hildar Sverrisdóttur fyrir að setja þetta mál á dagskrá. Það er mjög brýnt og það er jafn brýnt að reyna að nálgast þetta á yfirvegaðan hátt og einhvern veginn ég vegna orða borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar að í tilfellum þar sem svona framkvæmdir, þar sem sprengingar eru hluti af framkvæmdur sem sagt, þar hafi borgaryfirvöld brugðist einhvern veginn betur við í fortíðinni, þá veit ég ekki á hverju hann byggir það. Og ég hef persónulega reynslu af því að hafa búið á svona sprengjusvæði kringum aldamótin 2000 og ekki það að það geri það sem hér hefur átt sér stað neitt betra, en það er ótækt að menn sé að einhvern veginn grípa til skýringa og fullyrða einhverja hluti til þess að kasta rýrða það sem verið er að gera núna með því að slengja bara fram einhverju að borgarstjóri hafi verið eins og grár köttur eða formenn skipulagsráðs hafi verið eins og gráir kettir á byggingarsvæðum þar sem að var verið að vinna með sprengiefni á árum áður. Svona fullyrðingar gera málflutning viðkomandi borgarfulltrúa einhvern veginn ekki trúverðugan og hann á það því miður, þessi ágæti borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, til að grípa til svona ódýra bragða í ræðustól. En aðeins bara varandi þessa reynslu mína þegar ég bjó þarna á sprengjusvæðinu í kringum 2000 á Hverfisgötu nánar tiltekið, þá verið að hefja byggingu turnana við Skúlagötuna illu heilli og sem fer nú að ljúka bráðum og hefði nú kannski betur aldrei verið byrjað á þessum turnum, en þeir eru nú þarna og menn verða að standa við þau fyrirheit sem hafa verið gefin að leyfa slíkar byggingar. Undan því verður ekki komist nema með, það eru væntanlega nokkuð kostnaðarsöm úrræði sem menn hafa til þess að komast undan slíku. En þarna var nú ekki haft mikið samráð við íbúa og ekki gott fordæmi svo sem að gera það ekki. En aðalatriði í þessu máli er að það er auðvitað ótækt að verktakar séu alveg ósnertanlegir þegar þeir standa í framkvæmdum sem þessu. Og það að þeir geti með sínum framkvæmdum valdið íbúum eignatjóni án þess að þeir séu á nokkurn hátt bótaskyldir, það auðvitað gengur ekki upp og ég vil nú bara brýna þá fulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði og fagna því auðvitað að það sé að koma þar fram tillaga að reyna að gera að bæta reglur í þessu samhengi og auðvitað munum við fara yfir það og það er byrjað að skoða það með borgarlögmanni og hvernig svona mál, hvernig er hægt að vinna svona mál, en auðvitað kaupa verktakarnir virðast kaupa sér einhvers konar tryggingu af tryggingafélagi og tryggingin virðist miðast við bara þær reglur sem gilda, þannig að ef er ekki sprengt yfir mörkum að þá kom ekki til neinar bætur og þetta er auðvitað sérkennilegt og þetta verðum við að skoða því að það er alveg rétt sem að hefur verið komið inn á hér að með þéttingu byggðar að þá mun það náttúrulega færast í aukana að þessi verið að fara með, menn þurfa að fara í svona umsvifamikla jarðvinnu í byggð og þá getum við náttúrulega ekki þá gengur ekki að við séum að miða við reglur sem að gildi í dreifbýli. Og að sama skapi þá finnst mér
þá til dæmis hef ég dæmi það þar sem að sprengingar hafa átt sér stað og hafa komið niður á atvinnustarfsemi, jafnvel svo mikið að menn hafa þurft að hætta með ákveðin rekstur á svona sprengisvæðum og það eru engar bætur að hafa. Og það eins og löggjöfin taki fyrst og fremst mið af þörfum verktakana og auðvitað hefur það verið svo, ég meina það hefur verið tilfinning margra að það sé ansi margt svona verktakadrifið og hafi verið hér á löngum tímum í borginni, svona verktakadrifið, verktakar hafi haft rétt umfram hinn almenna borgara og það auðvitað gengur ekki upp. Og við sem að erum hér, borgarfulltrúar, við eigum auðvitað að beita okkur fyrir því að þessu sé breytt. Við höfum ekki einhvern veginn þurft að glíma við þetta undanfarin ár. Þetta er í raun og veru svona, þetta er fyrst eða annað dæmi sem kemur upp og við höfum mikið vilja til að bregðast við þessu eins og formaður skipulagsráðs, Páll Hjaltason, hefur bent hér á. En mér finnst mér finnst gott að heyra það séu allir borgarfulltrúar sammála að það verði að setja verktökum einhvern veginn ákveðnari reglur þetta og þeir geti ekki, það sé ekki hægt að líða það að þeir valdi einstaklingum eignatjóni á þess að nokkra bætur komið til fyrir. Þannig að ég vona að þessi vinna sem að fara á stað á vegum umhverfis- og skipulagsráðs að það verði unnið hratt og vel og sú vinna muni skila bara árangri sem fyrst. Takk fyrir. Þá er borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Páll Hjaltason næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég bara þakka góða umræðu hérna. Ég ætlaði nú ekki að fara upp í langt mál. Mér langaði þó aðeins að útskýra það og segja frá því að það hefði búið að vera mjög mikið samráð við byggingafulltrúa og það komi hér fram ásakanir að hann hefði ekki svarað bréfum. Ég hef prentað út tölvupóstur hans fyrir þennan fund alveg í 2 punktna letri og það mikið samskipti sem hann átt, bæði við lögmannsfyrirtæki og eigendur og fulltrúa íbúðasamtakanna og hann hefur sýnt mjög vönduð vinnubrögð í öllum sínum skrifum og upplýsingagjöf þetta mál. Þannig að það er ekki að sakast við það. En þetta eigi að síður mál sem við þurfum að taka föstum tökum og byggingafulltrúi hefur gerði mjög vel grein fyrir því á síðasta fundi umhverfis- og skipulagsráðs, eða þar síðasta, hvað væri ábótavant og óskaði sjálfur eftir því að fá raunverulega skýrari reglur til að geta stuðst við í svona málum. Þannig að það er vilji allra, líka okkar ákveðins embættismanna, til þess að móta skýrt vinnulag svona framkvæmdir. Þá er borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið máli sínu og þá er borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Já, við erum nú að ræða hér ákveðið mál og sem að nú búið að fara svolítið út víðan völl. Og ég vil nú byrja á því að þakka frummælanda, borgarfulltrúa Hildi Sverrisdóttur fyrir ákaflega málefnalegan málflutning og síðan hafa nú nokkrir borgarfulltrúar og ég komið hér upp og reynt að útskýra þetta mál eða þær svara þeim spurningum sem varpað hefur verið fram og eftir að ég talaði hér áðan að þá sakaði borgarfulltrúi Kjartan Magnússon
að og ekki bara mig held ég bara allan meirihlutann og ýmsa embættismenn jafnvel líka að vera ekki að taka málið alvarlega og síðan meint kæruleysi og yfirlæti og yfirlæti reyndar afstætt og erfitt að leggja mat á það en ég held að það sé búið að svara því nokkuð skilmerkilega að hér ekki nokkurt einasta kæruleysi að ræða og ýmsar ásakanir sem borgarfulltrúinn hefur haft hér uppi sem að hreinlega standast ekki en varðandi þetta kæruleysi og yfirlæti þá heyrði ég ekki betur en að borgarfulltrúinn nefndi því til stuðnings sem dæmi einhvers konar kæruleysi og yfirlæti og að ég væri beinlínis að drepa málum á dreif með því að ræða gáma og stillansa og ég veit ekki hvað og þá langar mig að fá bara ég fór að hugsa bara hefur borgarfulltrúinn ekki kannski lesið sína eigin tillögu eða dagskrárliðinn og mig langar að fá að lesa hann hérna með leyfi forseta. Umræða uppbyggingu á þéttingasvæðum og réttindi íbúa vegna tjóns og óþæginda sem kunna að hljótast af framkvæmdum og reynsla af uppbyggingu á lýsisreit. Og ég taldi mig vera að fara svona breytt nákvæmlega yfir þetta í orðanna hljóðan óþægindi sem kunna að hljótast af framkvæmdum og tíndi þar meðal annars til þegar sem að ég hélt að einhvern veginn allir könnuðust við að þegar einhverjar framkvæmdir eru við hús einhvers staðar í borginni að þá það gjarnan ekki kynnt og oft einhverjum hlutum varpað á nákvæmlega gangstéttir þannig að þær hefta aðgengi og ég skil ekki hvernig það að drepa málum á dreif. Eru aðgengismál í borginni ekki mikilvægt mál? Það eitthvað sem að borgarfulltrúanum finnst ómerkilegt mál? Aðgengismál, það ekki eitthvað sem að við erum sammála að eitthvað sem skiptir máli og við viljum bæta úr og eiga þátt í því að bæta og laga frekar en að gera lítið úr því að það sé eitthvað sem að skipti máli þegar að gámi eða stillansa er komið fyrir þar sem að gangandi verkfærendur alla jafna eiga sinn rétt. Og mér fannst ég ekki eða formaður skipulagsráðs borgarfulltrúi Páll Hjaltason gera lítið úr alvöru málsins og þvert á móti tala það að það regluverk sem að við búum við sé ekki nógu skýrt og ekki nógu gott og því beri að bæta úr því og skýra það og laga það og sérstaklega með í ljósi af reynslunni af uppbyggingunni á nákvæmlega lýsisreitnum og það sé fullur vilji og áhugi fyrir því og ég bara skil ekki þegar í umræðunni sjálfri orðalagi umræðunar sjálfrar almennt verið að ræða óþægindi sem hugsanlega hljótist af framkvæmdum í borginni og ég bara skil ekki hvernig aðgengismál og ferlimál í Reykjavík geta talist til þess að vera að drepa máli á dreif. Ég bara skil það ekki vegna þess að mér finnst þetta mjög mikilvægt mál og auðvitað þetta gríðarlega flókið. Lögin og reglugerðirnar eru flóknar og það langt og flókið mál að útskýra þær. Borgaryfirvöld þurfa að eiga og reyna að eiga í eins nánum og góðum samskiptum og mögulegt við hlutaðeigandi sem að eru gjarnan
verktakar og svo hins vegar íbúar og vera einhvers konar millistykki þar á milli og reyna að leiða mál eins farsællega til lykta og unnt er. Og ég bara skil ekki hvernig umræðan fer á þennan stað. Við höfum líka verið að ræða sem sagt, orðaval og mér finnst það í rauninni algjörlega bara umræða út af fyrir sig, sko, tilefni bara í staka og sérstaka umræðu orðaval og málnotkun og við erum jafnvel farin að ræða hér og bara í þessari umræðu höfum við meira að segja, við erum búin að fara út svo víðan völl og að við höfum meira að segja verið að ræða hér læknisfræði og í þessu samhengi og læknisfræðileg heiti þannig að það að ræða gáma og stillansa sem að koma í veg fyrir eðlilegt aðgengi gangandi vegfaranda Reykjavík ekki að drepa málum á dreif. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Björn Blöndal óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Já, forseti, kæru borgarfulltrúar. Hugsanlega gæti ákveðið reynsluleysi mitt hér í þessum sal. Þetta einlega svona meira meðsvar, ég veit ekki hvort það er leyfilegt, en það tengist þessu enga síður, en það sem ég ætlaði bara að koma inn á var það að sko, af því að það var nefnt hér áðan að máli væri til afgreiðslu hjá umboðsmanni borgarbúa, borgarstjóri nefndi það og svo fannst mér einhvern veginn eins og hefði verið talað eins og það væri, og það var töluvert beðið að umboðsmann að taka málið fyrir og það var látið að því liggja að, ég held það hafi verið borgarfulltrúi Kjartan Magnússon sem lét að því liggja að það væri óeðlileg bið og lét að því liggja að það væri einhvern veginn svona, þarna væri einhvern, ég veit ekki hvað væri hægt að kalla sleifarlag eða eitthvað slíkt, að þarna væri ekki verið að vinna á eðlilegum hraða og en sannleikurinn sá að sko hjá umboðsmanni borgarbúa bíða nú 60 mál og það ef hann að taka 2 mál á dag þá þetta 30 dagar virkir og þetta svo sem ekki fjölmennt starfslið hjá umboðsmanni borgarbúa þannig að það eðlilegt að það þarf einhvern tíma í gagnaöflun og fleira þannig að mér langaði nú bara að bera aðeins blak af umboðsmanni því ég held að hann sé að sinna sínu starfi eins og bestur á kosið og algjör óþarfi hjá borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni að vera eitthvað að hnýta í umboðsmannin fyrir hans störf og hann verður að kynna sér þá hver staða mála áður en hann gerir það en ég held að umboðsmaður, ég sannfærður að umboðsmaður mun taka af þessu máli af festu eins og öllum öðrum málum sem hafa komið til hans. Það hefur borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Þá næstur á málefnaskrá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla ekki að bæta miklu í þessa umræðu sem gagnleg og þarf að fara fram. Við aðeins tókum þetta upp svona með óformlegri hætti í umhverfis- og skipulagsráði fyrir hálfum mánuði. Þannig að ég held að þetta nokkuð sem við verðum öll vör við. Við fáum viðbrögð frá þeim sem þarna búa og verða fyrir þessum mikla óþægindum sem eru afleiðingar af þessum miklu sprengingum sem eru á Grandaveginum. Þetta þekkjum við öll.
Ég var á fundi eins og kom fram hjá borgarfulltrúa Hjálmari Sveinsinni með borgarbúum sem að þarna búa, það sé að þeim sem þarna búa í næsta nágrenni á Aflagranda 40. Ég gat nú ekki setið fundin allan en ég satt þó svona drjúgan hluta af honum og ég settist þarna meðal þess fólk sem að þarna býr í hverfinu og það var augljóslega, því var heitt í hamsi. Það var nokkur æsingur og ég held að svo umræða sem að hér fer fram í þessum sal beri nokkurn keim af því og það er bara eðlilega. Þetta er nefnilega ekki bara svona einhvers konar hávaði og einhvers svona stundar titringur, heldur þetta nokkuð annað og meira. Vegna þess að ég sneri mér til þess sem satt við hliðina á mér og hafði orð á því að það væri æsingur í þeim sem að þarna sátu fundinn og sá hinn sami svaraði mér, já, það er verið að fjalla aleigu okkar. Og ég held að borgarfulltrúar hér ættu að hafa það í huga að það er verið að fjalla aleigu þess fólk sem að þarna býr. Þetta eru þeirra hús, þetta eru þeirra fjármunir, þarna er þeirra sparifé og þetta skiptir þessar fjölskyldur mjög miklu máli og miklu meira máli heldur en bara sá hávaði og sá titringur þegar húsin nötra. Akkurat það er kannski sekúndur sem að það stendur. Þetta snýr að þeirra aleigu. Þannig að ég held að við ættum að spara einhverja vandlætingu yfir því að hér séu menn brýndir til góðra verka og ekki vera að kvenka sér undan því þó að notuð séu sterk orð til þess til að koma þessu mál af stað. Þetta skiptir miklu máli og ég held að þeir íbúar sem þarna búa, ef þeir stæðu hér í mínum sporum, þá myndu þeir tala miklu harðar. Þeir myndu láta svipuna ganga og þeir myndu segja hvað þeim finnst þetta. Og það er eðlilegt. Þetta er ekkert líkt því sem að við þekkjum til dæmis úr Höfðatorgi, þar sem að mikla sprengingar hafa verið og við erum orðið fyrir óneiða því í okkar störfum upp á Höfðatorgi, upp á 7. hæð, þar sem við fundum meðal annars í umhverfis- og skipulagsráði, þar sem við erum bara í vinnunni og svo förum við erum engar áhyggjur af þessu. Og það er auðvitað það sem að líka ég held að formaður skipulagsráðs hafi verið vitni í þegar hann talaði þær aðferðir sem menn hafa fundið sér og komið stað í erlendis þegar verið að byggja stórbyggingar í miðborgum stórborga, að það eru auðvitað atvinnuhúsnæði. Hér er verið að byggja inn í íbúðarhúsnæði og það skiptir algjörlega sköpum. Þetta er miklu, miklu meira ónæði og miklu erfiðara og einkum fyrir þá sem að eru mikið heima eins og eldra fólkið og sumir af þeim sem að vinna heima eins og sumir af þeim sem að gera sem að hafa samband við okkur borgarfulltrúa örugglega meira og minna alla. Og þar eru stóru orðin látin falla. Og þá held ég að það sé aðalatriði núna hér og nú að við gætum að þessum málum, grípum í taumana ef að það lítur út fyrir það að þetta fólk verði fyrir enn meira tjóni en virðist fyrirsjáanlegt akkurat núna þessa stundina. En þetta er líka annað og það er það að við verðum að læra þessu. Við verðum að læra af þessu vegna þess að það eru margir reitir þarna í næsta nágrenni sem að fara samkvæmt þeim skipulagshugmyndum sem að nú eru í gildi í uppbyggingu innan bara hugsanlega nokkura mánuða sum hver og þá eru hugsanlega til dæmis Mýrargötu og Slippasvæði og það er alveg augljóst að þeir sem þarna búa í næsta nágrenni við það verða fyrir mjög miklu ónæði. Munu leita til borgaryfirvalda ef að svo ber undir og það á jafnframt við aðra reiti, til dæmis reitina sem að nú er að fara í nágrenni við Hampíðureitin í Einholt Þverholt, þar sem að fyrirsjáanlegt er að þurfi að sprengja upp á næstunni þegar reiturinn stækkar við það að eldri iðnaðarhúsnæði hafi verið fjarlægð. Þannig að þetta er hlutur sem við þurfum að fara vel yfir, ekki bara miðað við þetta eina tiltekna tilvik heldur miðað við alla borgina. Og ég held líka að við verðum svolítið að hugsa þetta þegar við gleðjumst yfir því að við getum þétt út allt og alls staðar, hvar sem við sjáum eitthvað bil, að það er ekki svo hlaupið að því. Það eru aðrir hagsmunir sem að skipta máli sem að við verðum að taka tillit til. Svo eru aðrir hagsmunir eins og til dæmis það að verið að flytja af byggingarstaðnum mjög mikið af grjóti sem keyrt í gegnum borgina og við erum að kvarta yfir því að það séu nagladekk á sumum bílum hér í borginni þó þeim fari fækkandi. Þá held ég hljótum að einnig hugsa til þess að þeir stóru bílar, flutningabílar sem að fara götuna núna, þeir auðvitað spæna upp götuna og þeir kalla á mjög mikla mengun vegna þess að þetta er stór og mikill flutningur á grjóti sem að þarna fer fram. Ég vildi svona aðeins bara koma þessu að, svo að menn fari ekki einhvern veginn að tala bara á yfirborðinu
að við erum að tala um fólk. Við erum að tala um fólk og fjölskyldur sem að þarna hefur komið sér fyrir, hefur treyst á það að það búi á friðsælum og góðum stað, jafnvel sólríkum sem kannski verður heldur minna sólríkur núna og kannski nokkuð skjólgóðum sem verður kannski minna skjólgóðu núna. Það verður þá komið ljós, við skulum vona ekki. En í öllu falli að við erum að fjalla aðlifu fólks. Þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bara svara örfáum atriðum sem til mig var beint af þeim borgarfulltrúum sem töluðu hér á undan mér. Nú, ég held að mér finnst leiðilegt að ýmsir borgarfulltrúar meirihlutans taki þetta svona óstinnt upp og sýni svona gremju sína í málinu með því að beina skeytum að mér. Ég geti það svo sem allt í lagi, ég er alveg vanur að taka við skeytum frá meirihlutanum. En ég held að þeir ættu frekar að nota þessa orku sem það fyrir mikil orka í gremju og ég held að þeir ættu bara frekar að nota hana til þess að vinna í þágu íbúana sem hafa sendt borgarfulltrúum og embættismönnum tölvupósta og sett sig í samband við þá til þess að svara þeim. Þeir íbúar kvarti við því að samráði hafi ekki verið nægilegt og kvarti við því að þeim sé ekki svarað. Ég kom því bara hér framfæri að ég hefði fengið ábendingar frá íbúum að þau hefði ekki fengið svör frá skrifstofu borgarstjórnar og svör frá ákveðnum embættismönnum og þess vegna bara þakka ég Páli Hjaltasyni, formanni borgarfulltrúa og formanni skipulagsráðs fyrir það að upplýsa mig það að ákveðnir embættismenn hafi verið í bréfaskiptum við þessa íbúa og við þá væntanlega fulltrúa íbúana sem kuð vera lögmaður. Þannig að þarna stangast eitthvað á og þess vegna ég bara þakklátur og óskettir í hér með að ég fái yfirlit yfir þessi bréfaskipti. Og fyrst að þessi bréfaskipti átt sér stað, þá hefur það verið dokumentar og ég bara fái yfirlit yfir þau og geti þá kynnt mér það bara sjálfur. Og síðan fannst mér svona borgarfulltrúi Ásbjörn Blöndal gefa í skyn að hann aðdelti mig fyrir það að ég var að vísa í gömul mál þar sem ég sagði og stend fyllilega við það að borgarfulltrúar og embættismenn þeir hafi verið í samráði, miklu betra samráði við íbúa þar sem svona mál hafa komið upp. Ég fer ekki ofan af því að ýmsir borgarstjórar þeir hafa verið bara í glettilega góðu samráði við íbúa í ákveðnum hverfum þar sem þétting byggðar hefur átt sér stað og ég meina að þetta er náttúrulega mörg dæmi og þarf ég kannski að fara að tegja lópa mig þegar að telja eitthvað dæmi. En ég get til dæmis bara nefnt Landssímareitinn í Grafarvogi, ég get nefnt sprengingar vegna Grjótnáls í Geldinganesi, sprengingar held ég í Þverholti Einholti á sínum tíma. Ég held að setja nefna ýmis dæmi. Það sem eru bara tiltölulega auðvelt að finna út úr því að borgarstjórar á þeim tíma eða formenn skipulagsráðs voru bara í töluverðu sambandi við íbúa sem ég held að hafi ekki verið í þessu tilviki. Og ýmsir þessir borgarstjórar ýmis þessi mál komu upp í til dæmis á tíma Erlistans og þannig að ég held ég muni það bara ágætlega. Það mál sem kom, það var mjög umdeilt á tíma Erlistans, það var bygging á Landssímareitnum og íbúar voru mjög ósátti við þá niðurstöðu sem það náðist. En þá man ég mjög vel eftir því að þó að borgarstjórinn var ekki í mínum flokki, þá man ég mjög vel eftir því að hann laði sig í líma við það að vera í góðu sambandi við íbúana. En það er náttúrulega bara hver meirihluti sinn stíl og þessi meirihluti hefur svo sannarlega ekki verið með þann stíl að eiga mikið samráð við íbúana. Við getum bara bent á það á hinnar umdeildu breytingar í skólamálum sem áttu sér stað á fyrir hluta kjörtímabilsins. Það var skólabókardæmi hvernig átti ekki að vinna mál og íbúar áttu þá í mesta brasi með að ná sambandi við kjörtímafulltrúa og áttu erfitt með að fá það á fundi kjörtímafulltrúa sem voru í meirihlutanum. Það var bara fjallað það í fjölmiðlum sínum tíma, þannig ég held að ef það er eitthvað sem þessi meirihluti ætlar að slá sér upp á, ég ætla ekki að útiloka það að þessi meirihluti hefur gert ýmislegt gott, en ég held að
ég held að þessi meiri hluti geti og fulltrúar hans geti ekki komið hingað í pontu og haldið í fram að þeir hafi verið duglegir að eiga samráð við íbúa í hverfum borgarinnar hin ýmsu mál og það verður hægt að nefna mörg dæmi því til sönnunar. Nú varðandi umboðsmann borgarbúa, þá það alrangt að ég hef ekki að vera að vega að honum eða gagnrýna hans störf. Ég var alls ekki að því og talandi ódýr brögð, þá finnst það vera mjög ódýrt bragð þegar að maður er að gagnrýna svona kerfið, að kerfið skuli ekki alveg virka, að þá sé reynt að heimfæra þá gagnrýni upp á ákveðna embættismenn eða starfsmenn í Ráðhúsinu og manni síðan lögð orði í munn eins og borgarfulltrúi Ásbjörn Blöndal gerði að ég var að ráðast af hverju tiltekna embættismenn. Því fjarri, ég var ekkert að því. Ég var einungis að draga athygli að því að hér verður þau svör gefin að umboðsmaður borgarbúa var með málið til meðferðar. Íbúarnir hafa þess að kvarta yfir því að þeir fá ekki að hitta hann fyrir í lok þessa mánaðar og þá fer þetta alltaf líkjast einhverju leikriti eftir Kafka að borgarbúa kvarti við því að þeim sé vísað til og frá, þeir kannski hringi eina skrifstofu og þá sé vísað á aðra skrifstofu og hún vísi kannski á einhvern ágætismann eins og umboðsmanns borgarbúa sem að sjálfsögðu störfum hlaðinn og getur ekki tekið málið strax fyrir. Hins vegar held ég að við borgarfulltrúar og borgarstjóri, þó við séum með öll önnum kafinn, þá held ég að við ættum að geta gefið okkur tíma til þess að hitta íbúa í þessu hverfi, fara yfir þeirra mál. Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi kom fram, hann fór á fund og hann sakaði mig það að hafa verið í Fílabeinsturni fyrir að hafa ekki mætt á þann fund. Ég man bara ágæti borgarfulltrúi, ég man ekki eins og eftir að ég hafi verið boðaður á þann fund. Þannig ég held að ekki vanta viljan, en ég held að þarna gætu við sem stöndum að þessu kerfi, við gætum staðið okkur betur í því að kynna okkur málflutning íbúanna og jafnvel hitta þá að máli. Nú, ég stend algjörlega við það sem ég segi, mér finnst menn taka á þessu svolítið af kæruleysi og þó ég saki menn hér í meirihlutanum í kæruleysi og yfirlæti, þá mér finnst það ekki vera alvarlega aðdróttin, þar ég aðalega að gera athugasemd við þeirra vinnubrögð. Ég að gera athugasemd við vinnubrögð sem ég tel að mættu vera betri og það að gera athugasemd við vinnubrögð í ákveðnum málum þarf ekki endilega því að það sé verið að vega að mönnum persónulega. Hins vegar verð ég að segja að það að nota orðið hystería málflutning minn, ég verð að segja að mér finnst það undarleg notkun og skil ekki til forseta að hann skuli ekki gera athugasemd við þá orðanotkun en nota bene, þeir sem notuðu þetta orð hystería málflutning minn, þeim hefur ekki dottið í hug að koma og biðja starfsökunar á því. En hins vegar hefur borgarstjóri gert þér athugasemdir við það orðaval sem ég nota og ég tek undir það með borgarstjóri. Ég held að það verið bara ágætt að hafa hér við tækifæri bara sérstaka umræðu orðanotkun hér í borgarstjórn og orðanotkun borgarfulltrúa hverum annan. Ég held að geti margt gott komið út úr þeirri umræðu. Ég held til dæmis að það geti komið út úr þeirri umræðu að menn ættu ekki að nota orðið hystería eða einhver læknisfræðileg hugtök hverum annan. Gera mönnum með slíkri orðanotkun, gera mönnum nánast upp einhverja veiki eða sjúkdómseinkenni og síðan held ég að við getum líka bara farið yfir orðanotkun þegar menn nota þau orð hverjum annan eins og Bestirflokkur notaði sinni kosningabaráttu, gefum fávitunum frí. Er það velhæfnat til þess að er æskilegt að nota slík orð til þess að auka veg og virðingu í stjórnmálum? Eins má fjalla orðanotkunina fjalla orðið einelti, hvernig það hefur verið notað á kjörtímabilinu. Eins og við vitum öll þá lýsir einelti mjög alvarlegum hlut og þegar að stjórnmálamenn eru síðan farnir að nota orðið einelti til þess að lýsa einhverjum fundum með íbúum út bæ, saka íbúum einelti eða hitnar í kólum á einhverjum fundi. Nú eða bara að þegar menn fara að saka heilan stjórnmálaflokk að hafa lagt föður sinni einelti eða eitthvað slíkt, þá er ég svolítið hræddur það að þá séu menn farnir að gengisfella orðið einelti sem lýsir með alvarlegum hlut, og einelti er sjálfsögur hlutur sem við viljum taka á í okkar kerfi, starfsmannakerfi og skólakerfi, þá er ég hræddur að það sé verið að gengisfella orðið og gera okkur sem borgarfulltrúum erfiðara fyrir með því að kljást við þann vanda sem fylgir raunverulegu einelti. Þannig ég tek undir það með borgarstjóra
Ég held að við þurfum endilega að gefa okkur tíma í það eftir mann áður en hættir hér í borgarstjórn að tala um orðaval og tala um orðræðuna hérna í borgarstjórn. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Björn Blöndal óska eftir því að veita andsvari við ræðu borgarfulltrúans. Heyrðu og forseti langa til að minna á eitt að öllum borgarfulltrúum sem kjósa það að hafa skjávarpa hér í þessum sal er það alveg, það er bara þeim frjálst að biðja það, þurfum bara að láta okkur vita inn í tíma. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, það er kannski er það bara einhvern veginn orðanotkun og framsetning borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar sem er að valda þessum ruglingi. Ég átta mig ekki alveg á því. Hann virðist einhvern veginn telja að honum sé frjálst að nota orð og haga máli sínu á ákveðinn hátt en öðrum ekki og það getur auðvitað valdið ruglingi. En mér fannst þess að það var ágætt að borgarfulltrúunum tókst að tína til þannig einhver 3 dæmi um byggingasvæði þar sem að borgarstjórar höfðu verið eins og gráir kettir á byggingastað, Einholt, Þverholt, Landsímareddurinn í Grafarvogi og einhver sá þriðji sem ég man ekki alveg hver var. Fyrirgeðu? Höfðatorg. Ég er ekkert viss að það sé endilega svo gáfulegt að borgarstjóri eða formaður skipulagsráðs sé eins og gráir kettir á byggingastöðum. Ég held að þeir geti nýtt sinn tíma miklu betur að mörgu leyti og ég held að það sé til dæmis bara mjög fínt að byggingafulltrúi sinni þessum samskiptum og ég skil ekki alveg sýn borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar á hvernig stjórnkerfið á að virka. Ef hann telur að það sé besta leiðin til þess að halda ró á framkvæmdasvæðum að borgarstjóri og formaður skipulagsráðs séu þar eins og gráir kettir dag eftir dag, þá er náttúrulega bara svona, það getur líka útskýrt að það sé einhver misskilningur í gangi hérna. Kannski er það ekki bara orðanotkun, kannski bara er einhvern veginn hugmyndir manna svo gjörsamlega ólíkar að það sé það verði ekki komist hjá því að einhver misskilningur ríki hlutina. En já, þetta er svona, þetta er athyglisvert. Það er borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já, forseti, góði borgarfulltrúar, ég þakka Birni Blöndal borgarfulltrúi fyrir ansvari. Það skildi þó aldrei vera að vera einhver svona hugmyndafræðilegur eða menningar munur á milli okkar ágætu flokka, kæri borgarfulltrúi. En ég vil reyndar vísa því á bug að ég telja að ég sjálfur geti haft við þetta einhver orðræðu en aðrir ekki. Ég held þvert á móti að við höfum ágætis reglur hérna sem kveður á hófsemi og ákveðna háttvísi og ég tel að við höfum öll að fara eftir henni og sjálfsagt að ræða það ef út af henni brugðið. Hafi ég vegið ómaklega einhverjum persónulega og notað niðrandi orðalag hann, eitthvað sem var í líkingu orðið hystería, bara bendi mér það bara á það borgarfulltrúar góðir og ég skal strax biðja stafsökunar á því. En bendi mér það á dæmi þess að ég hafi notað slíkt orðalag hér í dag og þá er mér ljúft og skylt að biðja stafsökunar á því. En ég held að ég hafi bara ekki gert það. Ég hef sakað hér mennum óvöndu vinnubrögð í ákveðnu máli og ég stend algjörlega við það. Og síðan þetta, það hefur verið að hártoga þetta orðalag sem ég notaði að borgarstjóri og formaður skipulagsráðs hefur verið eins og gráir kettir. Ég átti auðvitað ekki við ykkur í bókstaflegri merkingu að þeir hefðu verið eins og gráir kettir á byggingarsvæðinu á hverjum degi, prílandi utan í byggingakrönum eða fari í vatnstígvélum ofan í einhverja skurði og eins og mátti skilja bara af túlkun borgarfulltrúans eins og þeir var bara fyrir vinnivélum. Það var auðvitað ekki meint þannig. Það var bara meint þannig að þeir lögðu sig í líma við það að vera í sambandi við íbúa í ákveðnu hverfi þegar að vandamálin komu upp. Auðvitað fóru þeir kannski á byggingarsvæði einu sinni til að skoða framkvæmdir eitthvað slíkt en samráðið átti sér auðvitað ekki stað á byggingarsvæðinu í þeim dæmi sem ég er að vitna til. Það var ekki það að ræða að þeir kveddu íbúana, kölluðu þá með sér ofan ykkur á húsgrunn og farið að tala við á þar. Samráðið átti sér auðvitað stað allt annar staðar, til dæmis átti sér bara stað í næsta skóla, eitthvað slíkt, næsta húsnæði á vegum borgarinnar. Þannig að ég ætla að biðja mennum að fara ekki að rangt úr hvað þetta eitthvað endalaust.
Annars þakka ég fyrir bara umræðina og mér heyrist að þrátt fyrir allt á sé nú vilji hjá meirihlutanum til þess að tryggja það að það verið betur staðið þessum málum í framtíðinni og megi svo verða, en það má heldur ekki gleyma því að þetta mál ennþá í fullum gangi og þess vegna þarf að auka samráð við íbúana og sjá hvort það sé ekki hægt að ná niðurstöðu sem tryggi meiri frið bókstaflega í þessum framkvæmdum heldur en verið hefur. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Björn Blöndal. Já, forseti, borgarfulltrúar. Já, þarna kom enn eitt svona orðið sem eitt orð getur breytt svolítið miklu eða ákveðin samsetning orða og það að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon segja að þrátt fyrir allt viljum við reyna að bæta hlutina. Þú veist, ég skil ekki alveg hvað hann er að fara. Til hvers er borgarfulltrúin að nota þessi orð? Það er algjörlega ljóst af því sem að allir hafa sagt hérna, að það er vilji til þess og það er bara mikill vilji til þess að skýra með hvaða hætti framkvæmdir inn í byggð, með hvaða hætti þær mega að fara fram og sérstaklega þeir að vera að fara með sprengiefni. Og það er ekki óþarfi hjá borgarfulltrúnum að segja að þrátt fyrir allt viljum við vinna þetta á einhvern betri veg. Þannig að þetta er bara svona einhvern veginn, þetta er til að koma málinu í svona leiðinda farveg. Það hafa allir talað mjög skýrt hérna, allavega, ég hef skilið alla mjög vel, helst að ég hafi að einhverju marki misskilið borgarfulltrúan Kjartan Magnússon, en aðra hef ég skilið mjög vel og það vilja allir þessi staði vel að þessum málum. Og það vilja allir að einstaklingar verði ekki fyrir eignatjóni. Það vill sem sagt enginn að einstaklingar verði fyrir óbættu eignatjóni. Það er bara svoleiðis. Og það er ómögulegt að skilja orð okkar sem hefur talað fyrir hönd meirihlutans þannig að við viljum ekki taka á því. Þá er borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti góður, borgarfulltrúar. Já, það er alveg rétt hjá borgarfulltrúa Birni Blöndal að ég hefði getað notað einhver önnur orð heldur en að þrátt fyrir allt. Ég hefði alveg getað notað eitthvað heppilegur orð og þá get alveg svona orðað öðruvísi. Ég get sagt bara að þrátt fyrir þau óvönduðu vinnubrögð sem hafa verið sýnd í þessu máli, þá held ég að meirihlutinn hann hafi viljað til þess að standa betur á svona málum í framtíðinni. En það má ekki gleyma því að það þarf samt það má ekki gleyma þessu máli, það má ekki bara standa þannig að málum í þessu máli að það veri bara haldið einhverju fundi í lok mánaðarins þegar sprengingum er lokið. Ég held að þeir fundi þurfa að eiga sér fyrir og vera kannski markvissari en hér hefur lýst. Og svo finnst mér líka, ég held að þessi umræða hafa mörguleiti verið góð, mér finnst það samt standa upp úr og eftir að þrátt fyrir langa umræða þetta mál, þar sem menn hafa velt upp svona ýmsum hliðum, þá höfum við ekki enn almennilega fengið svar við því, borgarfulltrúar hér í dag, hvernig þetta verður með eignatjóni. Það er rétt sem Björn Blöndal segir, við vonum að sjálfsögðu að ekkert eignatjón hafi átt sér stað og ekkert eignatjón muni eiga sér stað. En nú er því bara haldið fram því miður af ákveðnum íbúum, að eignatjón hafi átt sér stað og þá hljótum við að vilja velta því fyrir okkur hver verður ferillinn í því máli, mun borgin koma því máli eða mun íbúar þessu stað þurfa að hafa einkamál til þess að fá þetta meinta tjón bætt. Og ég hefði haldið, fyrst að menn hafa unnið svona mikið og vel í málunni eins og þeir hafa lýst á fundunum, þá hefði ég haldið að þeir hefðu svar við þessar einföldu spurningu. En það hafa þeir því miður ekki og við þurfum þá að ganga greinilega eftir því á öðrum vettvangi að fá svarið þeirri spurningu. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að svara andsvari öðru sinni og þá hefur borgarfulltrúi Páll Hjaltason óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla aðeins að koma hérna aðeins inn. Mér fannst kannski ágætt að ég greip vissulega óheppilega til orða þegar ég talaði um hysteríu, en ég talaði um að bregðast ekki við að hysteríu. Ég man ekki eftir að ég var að saka neitt að vera hysterískan. Heldur talaði ég um að það var ekki gott að bregðast við þessu með því, en það er líklega bara rangt orð frá upphafi. Ég tek alveg undir það, ég skal bara hætta að nota þetta orð, þetta er bara sletta því ég var svo lengi erlendis.
En ég átti náttúrulega við að fólk með ætti að bregðast við af yfirvegun og ætti ekki að missa sig alveg í tilfinningaflaum. Þetta ekki mál sem leysast þannig, byggingamál, sem leysast af yfirvegun. En svo það náttúrulega líka að þó að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon virðist vera að biðjast afsökunar alls konar, þá hann alveg á því að þetta hafi verið óvönduð vinnubrögð. Ég mótmæli því. Það vissulega óheppilegt að það hafi aldrei verið settar reglur sem að miða við að sprengingar eigi að vera minni inn í borg heldur en út í sveit. Og það áhugavert að það var ekki. Kannski vegna þess að það var meiri stemning fyrir því að leysa þetta bara á staðnum einhvern veginn þegar við þurfum reglur og viðmið fyrir alla. Það ekki hægt að leysa svona mál bara hvert fyrir sig á staðnum eftir það kemur upp. En sú vinna verður sem sagt hafin og hafin og verður sett í skýrari farveg á morgun í fyrramálið í umhverfis- og skipulagsráði og það fullur vilji til þess og var vilji til þess löngu áður en þessi umræða fór í gang og takk fyrir umræðina. Það borgarfulltrúi Páll Hjaltason, lokið við það að veita andsvar og þá næstur á mælendaskrá borgarstjóri. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Ég mátti nú bara til með að koma aðeins meira inn í þessa umræðu sem náttúrulega svolítið búin að fara út víðan völl og hingað og þangað og við höfum rætt hér framkvæmdir í borginni og hvernig þeim væri best háttað, en svo hefur við verið að ræða ýmislegt annað líka og orðanotkun eins og ég myndist nú í ræðu minni áðan og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon og síðan borgarfulltrúi Páll Hjaltason líka núna síðast og þá tiltekið orð sem þó í orðið hystería sem náttúrulega læknisfræðilegt og ég sagði það nú hér í máli mínu áðan að mér fyndist málnotkun og orðaval alveg tilefni til sérstakrar umræðu og bara mjög gott að ræða orð og orðnotkun og svona og það nú þannig með íslenskuna líka að ef maður er góður í henni að þá getur maður tala niður til fólks og gert lítið úr því án þess að sé hægt að negla mann á einhver ákveðnu orði. Það er þetta að raða orðum þannig og það er ákveðin, já næstum því bara list að kunna svo að fara með íslensku að maður geti notað hana til þess að gera lítið úr fólki og vanvirða það án þess að jafnvel að það fatti það sjálf. Og þetta er jafnvel svona, já, þetta er náttúrulega þekkt í öðrum tungumálum líka, en þetta var gert með góðum árangri til dæmis með ferskeytlum, með því að gera einhverja svona lungna ferskeytlu einhvern sem gerir lítið úr viðkomandi og þetta er náttúrulega bara þetta er ákveðin hluti af menningu og þetta er ákveðin hluti af íslenskri menningu, orðanotkun og svona sem sagt í hvaða samhengi eru hlutirnir sagðir og mér finnst þetta mjög mikilvægt bara til dæmis í ljósi umræðu í samfélaginu
hugtakanotkun og síðan þegar að kemur að því sem er kallað grín, að hvenar er grín og hvenar er það ekki grín, hvenar hættir það að vera grín, og hvenar er maður að meina það sem maður segir, hvenar meina ég það sem ég segi og hvenar meina ég ekki það sem ég segi. Og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon kom ágætlega inn á það hér í ræðu sinni áðan, hvenar hann meinti að einhver borgarstjóri væri eins og grár köttur á byggingasvæði og hvenar hann meinti það ekki. Hann sagði í fyrri ræðu sinni að hér hefði einhver borgarstjóri, hann nafngreindi hann nú ekki, en mér grunar að hann hafi annaðhvort átt við Ólaf F. Magnússon eða Vilhjálm Tónn Vilhjálmsson, hann leiðrétti mig ef að það er rangt, en þessi maður sem hann var að tala um var mikill fyrirmyndar borgarstjóri og var eins og grár köttur á byggingasvæðum. Og allstaðar þar sem menn komu til að slá saman spýtu, þar var hann mættur og til mikillar fyrirmyndar. En á meðan eins og borgarfulltrúi Espiot Blöndal benti á hér áðan, á meðan hann var vappandi eins og grár köttur á byggingasvæðum, þá var ýmislegt annað sem hann var ekki að gera, en við kannski vitum ekki hvað það var. En borgarfulltrúin kom inn á vegað í sínu máli, í fyrsta lagi, hann ræddi sína eigin orðanotkun og sitt eigið orðaval, og ef ég skildi hann rétt, þá fannst honum það ekki slæmt út frá sínum sjónarhóli eða frá sínum bæjardyrum séð að saka fólk kæruleysi eða yfirlæti, og fyndist það fullréttlætanlegt. Og þarna erum við líka að ræða mál sem er svolítið huglægt, afstætt frá því hvar maður stendur. Og síðan fór borgarfulltrúin líka að ræða einelti og eineltismál og já, kannski til þess að undirstrika ennþá frekar hvað við erum búin að fara út víðan völl í umræðum nákvæmlega þessa umræðu framkvæmdir í þéttbýli. Og við erum búin að ræða hugtakanotkun, orð eins og hysteríu, og þegar hér er komið sögu í umræðinni þá erum við að ræða einelti. Og hann nafngreindi mig nú ekki, en mér svona heyrðist á honum að hann væri að vísa til mín og tals míns eineltismál, og mér langar svona varðandi þetta, varðandi orðavalið, þar að segja þegar orð eru sögð, hvaða orð tekur maður til sín og hvaða orð svona hitta mann og hvaða orð hitta mann ekki. Og það er náttúrulega oftast ef maður veltir þessu fyrir sér, til dæmis eins og varðandi, ef maður skoðar svona samfélagslega fyrirbæri eins og til dæmis troll, að trolla, sem er nú reyndar tökuorð, og ég vona að mér leyfist að nota það hér, eins og læknisfræðilega heitið hystería, þó manni leyfist kannski ekki að nota það, en þá vona ég að manni leyfist að nota orð eins og troll, en troll er sem sagt að stríða einhverjum á internetinu, og oft með svona
kerfisbundnum hætti sem að gæti talist ákveðin tegund af einelti. Og til dæmis, og að því að við erum til dæmis líka, að því að við erum að ræða svona kvenlæg og karllæg orð, og þá er til dæmis mismunandi tegundir af trolli eftir kynjum. Það er vel þekkt í trollheimum. Og því að fólk er misjafnlega viðkvæmt fyrir misjafnum hlutum, eða kynin eru misjafnlega viðkvæmt fyrir misjafnum hlutum. En sumt einhvern veginn tekur maður til sín og annað leiðir maður hjá sér. Það hefur ekki sömu völd yfir manni. Og líka svona hvernig hlutirnir eru sagðir. Og ég minnist þess, eins og ég hef nú sagt frá í ræðum og riti, og þá hef ég nú verið svona talsmaður eineltis umræðunar og þess að einelti sé ákveðin tegund af ofbeldi sem að sé vert að vera meðvitaður og hafa skilning á. Og það er kannski það sem að ég hef svona fundist vanta mest upp á. Það er svona ákveðin grundvallar skilningur á því hvað einelti er og hvert eðli eineltis er. En þá er tíminn minn búinn og ég kem bara upp aftur og eftir. Takk fyrir. Það er borgarstjóri lokið máli sínu og þá hélt ég að borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir yrði næst síðust á mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, takk fyrir þessa umræðu, eða mestan part af henni, allavega. Ég var að hugsa áðan að þeir hagsmunaaðilar sem núna eru uggandi rétt sinn vegna þessara sprengingar sem við hefum verið að ræðum, að ég vona smá að þeir hafa ekki verið að horfa á okkur hér í dag. Því að ég held að þeim þætti frekar lítið varið í umræðu hysteríu eða vanvirðingu eða hvar kurteisis viðmið borgarfulltrúa liggja. Og ég held kannski að við ættum bara að ræða það í kaffipásunni þó að allir hafa sjálfsögðu tekið til sín hinn ágæta femíníska fræðipunkt borgarfulltrúa Sóleyjar Tómasdóttur að enginn vill vera brigslað kvenfyrirlitningu hér með orðinu hystería. Að því sögðu að þá var þessi umræða margt mjög fín og kannski það áhugaverðasta er að hún byrjaði með því að ég fyrir hönd borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins kom og svona velti því upp hvar þessi mál væru stödd og hvort þyrfti ekki að gera skurk í þeim. Borgarfulltrúi Páll Hjaltason, formaður umhverfis- og skipulagsráðs, kemur í pontu og segir jú. Flóknara var það nú eiginlega ekki, þar sem að hann bregst mjög snaggarlega við og segir að strax í fyrramálið verði þetta að skoða með starfshópi þar sem að það er í mörg horn að líta sem er bara hagsmunamál fyrir okkur öll og ekki síst þessa íbúa sem ræðir. Hins vegar, kannski eins og verða vill, fór umræðan síðan í að ásökanir fóru í einhvert horn og varnirnar komu úr öðrum hornum eins og gengur og ég held að sé alveg þörf á að taka undir með kannski Kjartani Magnúsinni að þrátt fyrir að sjálfi skilningur á því að allir innan borgarkerfisins eru eflaust að vinna sína vinnu eins vel og þeir geta og reglur eru niðurnjörfaðar eins og við þekkjum og svo framvegis, að þá er kannski ekki heldur hægt að loka augunum fyrir því að þetta mál er búið að vera vel, er búið að vera staðreynd í lífi borgarfulltrúa í allavega mánuð. Ég fyrir hönd hverfisráðs Vesturbæjar kom áfram athugasemdum fyrir allavega 3 vikum síðan eftir að íbúafundur var haldinn. Ég veit að þetta verið rætt í umhverfis- og skipulagsráði og er það vel. En það er hins vegar svo að það er minnihlutinn akkúrat núna, það er Sjálfstæðisflokkurinn í minnihluta sem að kemur með þetta mál hingað inn í þessa ágætu málstofu okkar sem verður til þess að það er kannski loksins tekin einhver svona afdrifaríkt skref í þessu máli sem er vel. Þannig ég held að kannski það er full ástæða til að halda því á lofti þrátt fyrir að það sé enginn að
efast að fólk sé ekki að vinna sína vinnu vel. Ég vil því bara aftur þakka fyrir þessa mjög fínu umræðu. Hún fór víða og tók á mörgum sem skiptir með miklu máli og ég tek undir með borgarstjóra að allir aðbúnaðar eins og gámar og allt slíkt er bara partur af þessari stóru mynd sem við verðum að bara stíga varlega til jarðar. Við ætlum að byggja hérna upp borg og við ætlum að byggja hana þétt og við ætlum að gera það í samstarfi við alla borgarbúa og þá þurfum við að horfa til allra þessara hluta og ég held að það sé vel. Ég því fagna, ég veit ekki betur, hún hafi verið svona óformleg tillaga borgarfulltrúa Páls Hjaltasonar að það verið skipaður starfshópur á morgun. Ég hef enga aðra ástæðum til þess að trúa því að það verið aldrei staðið við þau orð. Þannig að ég fagna því og hlakka bara til að fá að taka þátt í því starfi því ég veit að við viljum all gera þetta vel svo við getum átt þetta góða samstarf við alla íbúa svo að uppbyggingin í Reykjavík geti gengið sem best. Takk. Þá borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið máli sínu og þá borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að halda áfram máli mínu, halda áfram síðust ræðunni sem ég var í síðast, af því ég náði ekki alveg að klára, náði ekki alveg að segja allt sem ég vildi sagt hafa. Og eins og ég kom inn á í máli mínu og borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir kom inn á í sínu máli þá þetta mál búið að fara út víðan völl og en þar sem ég var komin í máli mínu þar var ég að ræða um einelti og mér finnst bara við hæfi að úr því að það verið að ræða um einelti að leggja nokkur orð í belg og vegna þess að það liggur í hlutarins eðli að mér finnst mjög mikilvægt að ræða um einelti og fræða fólk um einelti og benda á það til dæmis að sko þar sem að einelti er ofbeldi þá aldrei neitt annað hugtak að ræða. Þannig að hið svokallaða eineltis hugtak ekki til. Ef einhver stendur í þeirri meiningu og það eru þvert á móti margar kenningar og þar af leiðandi mörg hugtök en það ekkert eitt skilgreint eineltis hugtak. Það þá bara eitthvað sem maður velur sjálfur að fylgja. Það sé einhvers konar eineltis hugtak sem maður kýs að standa með og samkvæmt sannfæringu manns sjálfs. En auðvitað þetta mjög persónubundið og nú hef ég sjálfur sagt frá minni reynslu af einelti og sem fórnarlamb eineltis og mér var svolítið athyglisvert, sko, þetta er mjög athyglisvert. Hérna, það sem sagt, sko, það að segja gerandinn og þolandinn. Sem sagt, þegar gerandinn eða þolandinn tjá sig meint einelti. Þá oft, sko, mjög ólíkir vinklar á það, mjög ólíkar skoðanir. Og ég sagði til dæmis frá því í viðtali einu sinni að ákveðinn maður hefði beitt með miklu líkamlegu ofbeldi og sem sagt það hefði verið hluti af þessu einelti. Hann sem sagt, já, lamdi mig harkalega. Og þar sem þetta var nafntogaði maður og þá var einhverjir fjölmiðlar sem að töluðu við hann. Hann taldi alls ekki hafa verið einelti að ræða. Heldur stakar aðgerðir. Og þarna voru við ekki algjörlega sammála eineltis hugtakið, eða semst hann hafði eitthvað ákveðið eineltis hugtak í huga. En þannig að, já, þannig að þetta
þetta er afstætt og svona huglægt og við erum einu sinni sem oftar á einhverjum svona komin á einhverja svona sem líka mjög gaman. Við erum á svona siðferðislegum og heimspekilegum nótum og ólíkt borgarstjórum fyrri ára þá svífum við einhvern veginn, eða ég og við öll upp af byggingasvæðunum og hefjum okkur upp til himinsins í heimspekilegum umræðum orðanotkun og menningu og jafnvel læknisfræði. Okkur ekkert framandi. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon vitnaði til kosningalags Besta flokksins sem var nú bara held ég í fyrra valið besta kosningamyndband allra tíma, eða besta kosningalag allra tíma bara ég held að það hefur hreinlega verið á Ríkissjónvarpinu og það gaman að segja frá því að þetta ágæta lag búið að fá yfir 500.000 áhorf sem held ég meira heldur en Come to Iceland vídeói. Þar varð borgarfulltrúanum hann minntist þar á orðalagið gefum fávitunum frí og fannst það einhverra hluta vegna særandi og við höfum svo sem rætt þetta ákveðna myndband oft áður en mér langaði að nota þetta fyrst og fremst að nota þetta tækifæri til að benda borgarfulltrúum á heimildamyndina Allt einelti sem núna verið að sýna í Bíó Paradís og líka hægt að horfa á myndina á netinu í háskerpugæðum eða ekki háskerpugæðum, að ræður því á vefsíðunni einelti.com og mér langar sérstaklega að mæla með þessari mynd við borgarfulltrúa og aðra. Þetta ágætis mynd sem einmitt svolítið krifur þetta orð, hvað þetta orð þýðir og það er gaman frá því að segja, hún meira að segja dregur fram gamlar blaðagreinar úr Morgunblaðinu þar sem að hvorki meira en ég minna en sjálf síldin lögð í einelti. En þetta þarf kannski að bíða sérstakrar umræðu, öll þessi hugtakanotkun og orðin sem við segjum þannig ég ætla ekki að hafa þetta lengra en ég bara þakka fyrir ákaflega fróðulega og víðfeðma umræðu. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og var síðastur á mælendaskrá. Umræðu þennan lið telst því lokið. Áður en förum í næsta mál. Fulltrúi Sjálfstæðisflokkurinn hefur boðað bókun undir þessum dagskrárlið og fulltrúar Besta flokksins og Samfylkingarinnar einnig. Já, og þá hefur fulltrúi Vinstri grænna einnig áskilið sér rétt til bókunar. Áður en við höldum dagskránni áfram þá gerum við stutt fundarhlé 5 mínútur.